Jú, góða kvöldið, kæri áhörendur. Við erum hérna á Elko-deildarmótinu RIG og það miðvikudagur í kvöld. Það Stefán Atli og með mér Gunnar Björn og Aron Fannar. Blessar. Blessar. Hvað segir þið, strákar? Herru, ég bara fáralega góður. Sko, í kvöld þá sem sagt miðvikudagur. Já. Og eftir það kemur fimmtudagur. Já, eftir það kemur fimmtudagur. Og svo föstudagur. Svo laugardagur hérna. Það kemur föstudagur undan, sko. Ok, og svo kemur laugardagur. Og þá úrslitin. Þetta hvað margir dagar? 4 dagar í þetta? 4 dagar í þetta. Og við vorum hérna fyrir viku síðan, ég og Gunnar og Aron, þá vorum við reyndar hérna við borðið. En hérna núna erum við í sófanum. Já, við erum búin að færa okkur í sófan. Þetta svona meira kósi, svona meira nánd, sko. Já. Nú ættum við að geta sést allir svona saman, ég ekki að bakka eitthvað að reyna. Það fara ekki hálsrík. Nei, mér var illt síðasta miðvikudag og svo talaði svolítið mikið við þig. Já. Einmitt, og þessi útsending hérna, hún að sjálfsögðu í boði Elko, Kia og Lukka-Lukk eins og þið sjáið. Og við erum að fara að komast á því, það bara hátt í 30 leikmenn sem að keppa það, hvaða topp 10 af þeim að fara að spila á stóra sviðinu í Laugardalshöllinni. Og það þessi bikar hérna á borðinu. Já, við erum komið með byggarinn. Já, hann hérna á borðinu og hérna þetta Elko-deildar RIG mótsbyggarinn. Þessi væri alveg flottur upp í hillu heima. Já, fyrsta sæti og hérna heildarverðlaun fyrir þetta 100.000 krónur, sko. Já. Skiptast svona milli fyrsta, annars og þriðja sætisins. Það ekki 60 skall fyrir fyrsta sæti? Jú, svona 65 held ég, 65. Svo hitt 25 og hitt 15, ef að starffæraðin mín góð. Nei. Þannig að við erum, það eru 2 leikir í kvöld. Já, 2 leikir í kvöld. Og þetta síðasti séns fyrir fólk að komast í topp 10, svo þau komist nú í höllina. Einmitt. Hliðin á mér og Stefánu sem ætlum að lýsa sig á kantinum eins og ekkert sé. Já. Í miður eru fréttir að segja að Aron sé ekki að fara að vera með okkur á laugardaginn. Það leiðilegt, sko. Beliefið það, held ég. En engu síður vitum við ekki ennþá 100% hvort það muni koma. Það kemur í ljós. Þannig að getur svona surprise í hvort við sjáum hann. Og hérna... Það rauninu aðal vinningu kvöldsins ef að ég kem svo. Já, ég held að fólk sé alveg að gera ráðstafanir að mæta bara ef þú ert að mæta. Ég veit allavega nú nokkra sem eru búin að segja það. Þannig að getur allavega sett going á Facebook. Og talandi það, þá einmitt hefst þessi útsending núna klukkan 7 og klárast 9-leytið. Og í Laugardalshöllinni þá byrjar hún klukkan 1 og í einhverja 2-3 klukkutíma í hérna Sónuvors. Já, það verður rosalegt. Hvernig opnar húsið? Ég held að opni svona hálftíma klukktíma fyrir. Það frítt inn, þannig að allir geta mætt í höllina og hort á spilarinn að keppa. Þetta náttúrulega stæðsti hluturinn. Þú ert ekki að borga neitt. Þú mætir bara og horfir. Ég get sagt við alla vini mína. Já. Ég ætla að bjóða ykkur í sjó í Laugardalshöllinni. Svona látið eins og þú sért með frí pass, jafnvel prenta eitthvað út heima og búið eitthvað til. Ef að gera VIP passa og... Já, það ekki, það væri skemmtilegt. Það væri cool. Borgar engin neitt, sko. Nei. Það væri skemmtilegt, sko. Og hérna, og eins og við segjum, og þetta bara þessi klassíska stigagjöf í Fortnite sem 25 stig fyrir sigurinn sem Victory Royale og svo eru 2 stig fyrir hverja fellu. Já. Og þetta sjálfsögðu solo mode og ef mér minnir rétt þá var hann Kristó á topnum. Já, ekki jú, og Denas 9. sæti. Við hefum aldrei séð Denas svona neðarlega. Við hefum aldrei sagt Denas á 9 hliðina. En hann svo sem að þagga niður í okkur í Elko-deildinni Duos. Já, við getum aðeins rætt það, sko, þegar hérna sjáu þið stigatöfluna. Hérna stigatöfluna eins og hún liggur. Kristó með 1 sigur, Jensína með 1 sigur, Kristó með sko 2-falt fleiri fellur heldur en Jensína. Denas með 2 fellur, 14 stig. Og við sjáum hérna þessar topp 10 leikmenn. Ég held að Denas vil ekki láta sjá sig í 9. sæti og kvöld, sko. Ég held að hann sé að fara að skafa svolítið í næsta leik. Ég gæti alveg sé að hann komin í topp 5. Já, það ekki. Kannski svona 50 stig. Sko á 2 leikjum, ef þú vinnur 2 leiki þá ertu komið 50 stig. Já. Ef þú ert með 5 fellur í hverjum leik, þá ertu komið með 20 stig viðbót, þannig að 50 + 20 eru 70. Þannig að þú veist, með 5 fellum í hverjum leik og 2 sigurum, gætur þú fengið 70 stig og komist bara á toppinni á stigtöflunni. Og við erum líka átt okkur að því að það eru 30 spilarar í þessu lobbyi, þannig að það eru 10 stig sem þið þurfa til þess að komast. Eru þessi 30 spilarar ekki flestir núna í topp bara 30 í Elko-deildinni eða?
Jú, ég myndi halda það. Það eru svona flestir sem eru að taka þátt í rigg, eru að ganga mjög vel í Elko, deildinni, Duos. Akkurat, sko. En já, ég er bara að segja, skilur, 10 stig, Pickle gæinn, hann er ekkert safe þarna í 10. þótt hann haldi hann sé komin inn samkvæmt þessu, sko. Alls ekki, sko. Já, 10 stig er ekki neitt. Það er akkurat ekki þessir 10 leikmenn, en það eru 10 leikmenn sem eru í topp 10 sem að komast í þetta Zone Wars. Og þið kannski útskýrið hans fyrir okkur hvernig Zone Wars virkar í Fortnite. Já, Zone Wars er basically bara endurinn sem allir bíða eftir. Það er svona meira þjappað saman, síðustu hringindir að lokast, þannig að við erum í rauninni að fara að fá action allan tíman. Já. Þetta eru bestu 10 solo-spilarar á Íslandi. Koma saman, spila bara Zone Wars eftir Zone Wars eftir Zone Wars. Þannig að bara, við ættum örugglega að fara að sjá Denas og þessi stráka. Sjáum það kannski svitna. Já, bara og geta líka spilað, skilur, þarna bara alltaf unnið lokahringin, skilur. Hvað er það? Það er stabíl lokahringur allan tíman. Já. Ég man rosalega vel eftir þegar Tilted Zone Wars kom í Fortnite. Það var eitt af mínum uppáhald svona Zone Wars. Já. Og það er bara mjög skemmtilegt að spila Tilted Zone Wars. Þetta er gaman. Og en það sem ég fíla eiginlega mest er eiginlega bara Zero Builds, Battle Royale, Classic, Duo eða eitthvað með bróðum mínum, sko. Ef þú mættir ráða þá væri Zero Build. Já, en ég tók nú samt daginn einhverja 3-4 leiki í röð bara í build, svo sigraði, sko. Já. Ég held að Zero Build sé ekki málið í svona móti. Nei, þú vilt ekki sjá Zero Build mót. Ég heyrði eitthvað YouTube speking vera að tala að Zero Builds væri framtíðin í Fortnite. Og, mögulega, þú veist, casual Fortnite. Já, casual Fortnite. Já. Í keppnis. Ég hef alveg loggað mig inn á Fortnite og séð að það séu kannski 200 spilarar að spila Zero Builds og 100 spilarar að spila venjulegt Battle Royale, sko. Þú veist, erum við einhvern tímann að fara að sjá Stefán Alla ef það er no build mode Elko? Er þú að taka þátt? Kannski, ég ætla ekki útiloka neitt, en þú hefur verið einn hættulegasti strategic gæi sem ég hef séð með að ráða þessa AIs og þessa NPC, þessa non-playable characters. Já, sem ég held einmitt að hann er náttúrulega NPC. Já, við erum nokkuð vissir um það. Já, það. Hann kostar 250 gull og hann er á akrinum hægra megin niðri á kortinu sem er svona litríkur akur í chapter 6. Já. Og þú kostar 250 gull og hann pingar leikmenn á svona 3 mínútna fresti. Já, ég viðurkenni, ég náttúrulega er að keppa núna í Duo í Elko-deildinni og það er búið að... Ertu að keppa? Já, ég er að reyna. Þetta er ekki búið, við skulum ekki gefast upp strax, sko. En ég viðurkenni, með að við framistu fyrstu vikunar, þá spyr ég Stefán alltaf Strat. Ég er bara svona langað að sjá, veist. Og þetta er Stratið sem ég sagði. Já, maður byrjar að íhuga hvort maður þurfa að breyta einhverju. Já, þetta er ekki að virka, en hvað segirðu að reyna að lenda á þessum akri næst og ráða hann NPC? Já, það er náttúrulega... Þá ertu með 3 í liðinu. Núna er hann bara að gefa það út. Nei, við veit ekki hvaða akur. Gæti svo sem eru margir akrar. Já, kemur ljós. Já, ok. En sko máli með þetta Reykjavík International Games og eins og við sögðum fyrir viku síðan að á Reykjavík International Games 2019 þá var ég Ingi Bauer og Kristján Einar að lýsa Fortnite-mótinu og Ólafur Hrafn Steinarsson sem er búinn að vera að kynna Elko-deildina og fleira, hann kom meðal hans að skipulagningunni. Þá vorum við þetta stjörnustríð náttúrulega með Steindar, Neidsmjör, Donnu Krús og Gunnar Nelson. Þau öll báðum að vera með í ár. Við sögum bara, skipta ykkur út fyrir dýratímuna, Aron og Gunnir. Já. Akkurat. Það var svolítið slegist um þetta. Já. Og þetta var svolítið skemmtilegt þarna 2019, sko, já. Við reyðum upp í síðustu og við þurfum ekki að reyða það eftir núna þegar ég var Spurningin er svona hægu við, þú veist, við getum spilað þetta einu sinni en ég er ekki búin að hætta að hlæja síðan ég svo, sko. En held ég að vera á staðnum heyr þetta live Þú varst í höllinni og þú gerði vlogg með okkur hérna. Já. Behind the scenes af Rick. Er stúdíóið að fara að leiða okkur að sjá þetta einu sinni enn? Mér finnst það mjög ólíklegt af því að Þú ert búin að eyða þig. Það er ekki til á netinu. Það er ekki sami pródúsör og fyrir viku. Já, þú ert búin að slæta einhverjum 5 ára í vasan og láta þetta ekki spila. Já, búin að segja einum hvað ekki skeiði og hann var rekinn. Þannig að sko, já, og svo langar mér bara í kjölfar á því líka að nýta tækifærið og minnast á mbl.is. Þar er undirflokkur sem heitir íþróttir. Og undir þeim undirflokkur sem heitir rafíþróttir. Já. Og þar getið þið, kæra áhörundur, fundið bara allar helstu rafíþróttarfréttir
Íslands, bara Counter-Strike, Fortnite, öllum helstu Rocket leikunum. League. Rocket League, já. Já, það er líka, þú veist, ef það átt foreldrar sem skilur ekki alveg út á hvað það gengur, þá var það svo gott að sína þetta og geta lesið hvað... Geta sendt frétt líka. Nákvæmlega. Bara sjáðu, hérna er svona minn hérna á fréttum MBL hérna og sko, eins og Ólafur Hrafn sagði líka hérna síðasta mánudag í LK-deildinni, þá sagði hann sko að hérna að Tóti sem er að skrifa fréttinar, sem er fréttaritari MBL hérna fyrir rafíþróttir, að hann er rosalega góðu penni og útskýrir þetta á rosalega einfaldan hátt. Já. Þannig að hann á hróskili fyrir það. Já. Tóti mitt hérna gerði sem umfjöllun Aron og mig og Gunnar hérna þegar við vorum að kynna riggmótið og Báða? Það var mynd af þér. Þú varst á myndin. Ég var með á mynd, það er vissilega rétt. Og svo hérna vorum við sem sagt sá ég að hann búin að gera frétt líka frá sem sagt útsendingunni fyrir viku síðan. Nú er strax komið frétt inn. Já, og með útsendingunni og öllu og stigatöflunni og farið yfir bara, ég man að þá sagði ég sko eitthvað svona, og hann kvótaði það sem ég sagði bara. Já, minna. Hann kvótaði okkur sko. Það er enda cool. Mér finnst þið mitt fréttinnar gera þetta svona, það setur þetta aðeins á næsta level. Þannig að ef hann ætlar að kvóta úr þessari útsendingu, hver væri fyrirsögnin þá? Af því að hann sagði sko, ég man að ein fyrirsögnin var eitthvað, riggfleitir rjóman, eitthvað á toppnum, eitthvað í Fortnite, það var skemmtileg fyrirsögn. Fyrirsögnin þar er að Stefán allir fann Tesla 65 skall. Það er helsta fyrirsögn í það er þetta góð fyrirsögn. Það er mjög góð fyrirsögn. Já, það er bara það fara klikkinn, held ég. Já. Nei, ég er að segja líka bara, þú veist, eins og núna, þú veist, kannski bara eitthvað gæti fyrirsögnin verið bara DNS aftur komin á toppin, eða þú veist, eða Ækrist og heldur velli, eða eitthvað svona skilur, eitthvað svona, eitthvað fyrirsögn sem grípur, sko. Það kemur ljós. Eitthvað, þú veist, bara Fortnite heldur áfram, eitthvað svona. Ég ætla ekki að fara að finna þessi fyrirsögnin. Þú skrifar ekkert fréttinnar? Nei. Ekki ennþá. Þannig að ekki ennþá, Tóti. Nei. Passaði. En síðan ætlum við að fara hérna í rosalega skemmtilegan lið sem heitir Kynna áhugaverða leikmenn. Já. Og við ætlum að fá hérna upp á skjáinn 3 áhugaverða leikmenn sem við ætlum að fræða ykkur og þetta er Steini 23 eða Steinar Örn. Já. Þannig að, já. Sá er 16 ára. Já. Og hvað, býr hann ekki í Hafnarfirði? Jú. Ja, búin að búa þar síðan hann var 4 ára. Það er 12 ár. Já. Við vorum að reikna þetta aðan. Já. Við tókum reiknivélina og... Já. Það er 16 mínus... Já, hann er að læra stálsmiði. Það er frekar áhugaverð. Spurning hvort að stál sé uppáhalds material hans í Fortnite. Já, ætla að sé góð, flinkar að edita með stálið, skilur? Ætla að sé sneggri með stálið. Og mér finnst þetta rosalega gott fun fact. Hann hefur unnið samfélagsmót 2 svar í Fortnite. Það er endar, ef þú ert ekki búin að vinna meir en einu sinni, þú veist, 2 svar. Það er... Já, sko, einu sinni ég alltaf sagt, þú ert ekki orðin eitt maður sé 3 svar. Af því að, sko, fyrsta skipti þá maður að prófa, annars skipti þá maður að vera viss. 3. skipti. Þá er ekkert þetta að segja. Þú veist, ég er búin að vinna 3 svar. Hvað ætlar að gera í? Sko, hann heldur með Liverpool í ensku úrvalsdeildinni. Og við vorum einmitt að tala einhvern leikmann fyrir viku síðan sem heldur líka með Liverpool. Þannig að þetta er greinilega svolítið svona, gegnum gangandi með keppindunar. Og svo er hann að æfa fótbolta með FH þegar hann var yngri og N1 mótinu þá vann liðið hans sinn riðil. Þannig að, og svo er annar keppandi hérna sem heitir MMS. Það er Már Sölvason frá Akranesi. Næstum því nafni. Næstum því. Frá Akranesi. Já, skæði. Svona hann er svona gómsætur Aron. Maron, já. Já. 9 ára. Nei, hann er að æfa rafíþróttir hjá IA. Já. Og æfir á hverjum degi. Og hann ætlar að ná langt í rafíþróttunum á næstu árum. Og hann segir að uppáhalds YouTuberinn hans sé Just Toasty. Ég hef séð eitthvað með Toasty. Hvað er það aftur? En þá ekki, tjekka það, sko. Ég veit ekki, þú veist, er það eitthvað svona ristabröð YouTuber? Já, ekki ég bara... Já, ég kannast alveg við þetta nafn. Já, ég hef nafni, ég hef aldrei séð neitt frá þeim, en ég kannski kíka það. Þú með einhvern uppáhalds YouTuber? Omega Luke heitir hann sem er núna, fútbolmanager. Fútbolmanager, geggjað. Hann er super góður í Gorilla Tag í VR sem er virtual reality, nefnum hann sé að tala um stéttafélagið var fer. Og hérna hann er Unreal í Reload. Sko, Gorilla Tag, ég hef spilað einu sinni í Meta
VR. Já, MetaQuest. Þetta alveg erfiður leikur. Þú ert bara kósveittur eitthvað að reyna að klifra sem einhver api, eitthvað hérna. Þetta bara eltingaleikur. Sko, ég átti svona sýndaveruleika græju, svona virtual reality, og besti leikurinn var þannig að það svona einhverju rauðir kallar sem að skjóta þig. Þegar þú hreyfir, þá hreyfist tíminn. Hafið prófað hann? Já. Hann eitthvað bullet point eða eitthvað svona time zone. Hirtum hann? Mjög skemmtilegur, hann mjög skemmtilegur. Maður þarf að vera rólegur. Ég vann hann. Nú? Ég átti svona þrálaust MetaQuest headset, sko. Ok. Og seldi ég það. Nei, bara þegar hann var að tala um sýndaveruleika. Já. Herðu, síðasti leikmaðurinn sem við ætlum að tala sem heitir FH, Skibidi Toilet. Búin að vera bara áberandi á skjánum hérna í... Eins og segi, ég að vera 30 ára gamall. Já. Aldrei held ég myndi fyrst núna byrja að segja Skibidi svona oft, sko. Nei. Nei, hann líka bara, það sem ég er búin að taka eftir hjá honum er að sama í hvað aðstöðan hann verðist alltaf góða áfram. Já. Ég hef aldrei séð hann hrættan. Nei, þú mála hann ekki hótni. Hann tók rosalega flott til þeirri núna síðasta mánudag akkurat í Elko-deildinni. Þar sem hann tók 1-2 fellur og náði fullt af material svona nálægt endgame, sko. Já. Og hann er margfaldur Íslandsmeistari í BJJ. Eins og segi. 3 Íslandsmeistarinn reglan. Vitið hvað það er? Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Já, Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Það er reynda grjótart að æfa það. Svo vill hann ná okkur Íslandsmeti í 60 mínútur hlaup eftir 2-3 ár. Hann stefnur á heimsmeistaratitil í Fortnite. Sko, svona á að setja þessi markmið, sko. Þetta er rosalega markmið. Sko, annarkort er hann ekkert rosalega góður í væntingatilbun. Eða hann bara frábær í því sem hann að gera. Það væri rosalega markmið, sko. Hægt að horfa á 2 leiðir. Sko, hann sætti sig líka við FNCS Global Win eftir 5-6 ár. Hann sætti sig bara við það. Og hann æfir rafíþróttir hjá Patriki Gunnlaugsin í FH. Já. Og hann er nýbúinn að transitiona frá fjastýringu í Lyklaborð og Mús. Það er erfitt transition. Það er erfitt transition og spurning hvort að hver er að taka þá ákvörðun, skilur. Er betra að vera Lyklaborð og Mús? Er einhver að segja um að skipta? Sko. Ég vil bara prófa bæður. Ég segi það sé betra upp á fínhreyfingarnar. Já, og hefur fleiri takka til að ítá. Já. Algjörlega, þú ert svo limitaður stundum að fjastýringu. Ég held samt að það sé líka bara út frá því hvaða bakgrunn þú kemur, skilur. Já, það er alveg rétt. Þegar þú ert að koma úr Call of Duty eða eitthvað, maður er á með fjastýringu. Já. Með það muscle memory. Já. Ég myndi alltaf taka muscle memory fram yfir 0,1% af betra fínhreyfingu. Já, við höfum líka alveg séð eins og þegar það var World Cup í gangi í Fortnite, þá var fullt af spilurum með fjastýringu, þannig að það er augljóslega hægt að vera bæði. Algjörlega, og þið vitið hver vann fyrsta World Cup í Fortnite 2019, það var náttúrulega Bugha. Já. Gucci B. Bugha. Bugha. Munið þið hvað liðið hann sittir? Nei. Veistu það? Ég held að hann hafi unnið 15 milljónir bandaríkjadollara. Nei, það var 3. Var ekki 15? Það man ég. Þú voru að 3. Já. En heildar verðmæti vinninga var 15 eða eitthvað, sko. Ég held að það var alveg 30 eða eitthvað. Já, en þú veist, fyrsta sæti 3 milljónir bandaríkjadollara. Sko, 1 miljón bandaríkjadollara er 140 milljónir íslenskra. Já. Þannig að þetta eru svona 400 og eitthvað milljónir. Þetta eru skriljónpeningar. Já. Hvað gerir þið fyrir 400 milljónir? Kaupa sér lúkkalúk og kíu? 400 M's. 400 M. Ætli maður komið sér ekki einhver staðar vel fyrir. Eitthvað svona húsnæði. Hvað þarf maður síðan? Fer maður ekki bara eitthvað út? Jú. Ferðast og eitthvað? Já. Tenerife. Eða jafnvel bara að vera Airbnb. Ég set allt á svart. Þú myndir það? Döfbullet upp í 800. Já. Og hérna, já, þetta er svolítið sko, hvað segir maður? En þú? Hversu marga Tesla myndir þú þá kaupa? Með að við 65 skrónum Tesla? Ég myndi kaupa eina svarta og eina hvíta Tesla Model Y. Þú myndir ekki vilja reyna að hafa kannski fyrir hvern dag? Ég færi líka þetta í Polestarinn. Já. Sko, svo ætlum við að kynna hérna leikreglur og stigagjöfun. Við ætlum að gera það bara örsnögt vegna þess að áhörendur að sjálfsögðu geta fengið tækifæri. Þekkja þessar útskýringar og fyrsta sæti 25 stig, annars sæti 18 stig og stigin fara hratt niður bara frá 18 niður í 15, það er 3 stiga munur á öðru og 3. sæti, 5 stiga munur á 3. og 4. til 7. sæti, 5 stiga munur líka á 7. og hérna 7. til 10. Þannig að þetta er svolítið lítið að stigum í boði ef þú ert í topp
top 20 sko. Já, það. Já, nákvæmlega, ég ekki ennþá í hinu mótinu, en í þessu móti þá þurfa bara 10 að fella, svo stigin byrja að telja, placement. 1 stig. Sem ekkert rosalega mikið, en sko ég held þetta sé smá þannig líka, þú veist, eins og við sjáum að fellurnar koma svo seint. Já. Maður ekkert að græða því að vera eitthvað að reyna að eyða öllu og fá mögulega eina fellu eitthvað snemma. Nei. Lenda svo í kannski einhver annar komið þarna og narti aftan í. Hvað búist þið við að sjá í kvöldstrakar? Arnur, við byrjum á þér. Nokkuð meginn bara sami í síðustu viku. Hver er þetta ekki hægt? Það er margir fáir spilur á stóru mappi. Já, jú, vissulega byrjar hægt. Ég ætla að spáða að verði svona þegar við erum næst segist á storminum 12 eftir. En er ekki nokkur inni sem að eru bara að fara að vera tvöfaldaf? Jú, örugglega. Jú. En það er ekkert svo auðvelt að finna fólk. Nei, ég spái því að Denas muni keyra í fyrsta leik. Það þarf að gera það. Hann kemst í top 3 sko. Hann keyrir. Hann kemst í top 3 pottet sko. Eða, alltaf þetta eða, segir bara nákvæmlega öfugt. Hann býður bara á tryggja þig. Já, tryggvæði, nei. Sko, og líka bara fyrir áhörundur sem að stilla inn og vita ekki hvað Fortnite þá langar við að taka það fram. Þetta er tölvuleikur frá Epic Games, svo kallar Battle Royale leikur sem að snýst það að lifa af og vera efstur af top 100 eða 30 spilurum. Já. Og það svona hringur sem að þú ert öruggur inni og hann þrengist alltaf. Fyrir utan hringin stormur sem að tekur líf af þér og fyrstu 2-3 hringinni taka 1 líf af þér og eftir það taka þér svo 2 líf og svo 5 líf þegar þú ert komin alveg í endan. Já. Og við tölum fellur hérna í Fortnite og þú fellir leikmenn og þá færðu 2 stig og já, það er svona útskýringi á Fortnite fyrir það sem ekki vita. Já, þannig að fólki heima í stofu sem er aldrei hort, þau sitja bara núna og horfa Fyrsta lagi, hvað þið búin að vera að gera þá? Já. Og í öðru lagi, þá vitið þið núna. Af hverju þið ekki búin að vera mætt? Já, þannig að bara, hvað segir maður? Segjum bara þetta er bara skemmt sko. Þetta er gaman. Ég sagði það og það er til bara á blaði að Fortnite væri einn besti tölvuleikur sem hefur verið að mínum mati. Já. Og við rættum þetta líka í síðustu viku sko. Já. Upp á, þú veist, hvaða leikir hafa þetta. En Fortnite hefur þetta allt bara upp á hvað hann tengir við sko meme culture og popmenningu með dungeonum og búningunum og líka þetta element að það er alltaf að koma nýtt og nýtt chapter og season með uppfærslum sem að gera maður svolítið spenntan. Já, sammála því. Þannig að þeim eiga það. Sem maður heyri Fortnite tónlistina frá chapter 1, season 1, fær nostalgíu tilfinninguna. Já. Þú veist. Það væri náttúrulega legendary að reyna að koma elkolæðinu okkar inn í Fortnite bara. Vá. Það væri. Ef það myndi gerast, kæra áhörundur. Við fáum bara það væri tækifæri. Fáum bara skinn. Fáum skinn? Já, hvernig skinn fáum við þá? Bara við. Bara einhver Íslendingur? Nei, bara við. Bara við? Við fáum bara okkar skinn? Það er bara hérna Aron Hannar, Gunn Sibi, Stefán Atli. Ég væri þessari peysu á svörtum buxum. Og það kemur bara nýr pats, bara ný skinn á leiðinni. Elko-deildar kombóið. Það væri rosalegt sko. Nú það bil, 5 mínútur í að rútan fara að svífa yfir eyjuna. Ég heyrði í rútubílstjórnum að hann var eitthvað inni á þessi kaffi. Já, hann að fylla á ólínu. Muna, þakka rútubílstjórunum og bara vanda sig þegar maður að lenda. Það er kunst að lenda á réttum stað. Kjúið þið aldrei sem rútubílstjórinn eða? Nei, ég er ekki með rútulegu. Nú, ok. Það er hægt að kjúa sem hann. Meira próf. Meira próf. Ég er með meira próf sko. Og þú ræður hvernig þú ferð á stað. Ég er með liftarapróf. Þannig að bara kannski það er ekkert. Wow, með liftarapróf? No, we were in the presence of a forklift. Wow. Ég fekk liftarapróf árið 2012. Já. Hverju hefur aldrei séð að liftara? Bara, það hefur ekki komið tækifæri. Hefur verið að liftara? Já, 2012. Hvar? Já, Eimskip. Já, ok. Sumarið 2012. Það er rosalegt. Þannig að pabbi var að vinna og redda með sumarinn, það var alveg skemmtilegt. Okay. En og þeir borguðu fyrir liftaraprófið sko. Við þurfum kannski að fara að sjá þig, þú veist, við stöflum einhverjum kössum hérna niður og testum hvort þetta... Ég vil sjá það. Kemst liftari hérna inn í að reyna? Já. Bara inn bakdurinn meginn hérna? Já, það er hægt. Við ræddum því. Ég langar að sjá bara hvað fljótur að stafla. Þú verður bara hérna, ég var, fyrst ykkur finnst þetta svona áhugavert, þá verði ég að bæta við. Ég var að raða tómum fiskikjörum inn í gáma. Nú. Það var svolítið gaman. Já.
Svona staflaði múnu hvort annað tróða minni gáma. Hvað er legendary í TikTok? Hann að koma á liftaranum með nýja sendingu á Lúkalúk. Já. Vá, hvílíkt segvei. Langar ykkur að smakka eitthvað aðeins í beinni eða? Við tókum hérna burgerinn senast ég allavega. Já, ég er svolítið spenntur fyrir sushíinu. Og ég tók sushíð og burgerinn og okkar með því og... Sko, ég er smá spenntur fyrir sushíinu. Sko, já, ég skal, ef að opna sushíð saman. Já, ég er til eitt sushíbita. Já. Ég er til eitt líka. Óli gaf þessu engun, sko, síðasta mánudag í Elko-deildinni. Ok. Finni var að tala um þennan. Ég tek þennan hérna. Má ég sjá? Appisyngur. Er þetta sykurbúð? Má ég fá þetta? Takk. Þetta verður bara hjá mér hérna. Kæri áhörendur, hérna sjáum þið sushi frá Look a Look. Ok. Það lítur svona út. Candy sushi. Þetta fæst náttúrulega í öllum helstu matvöruverslunum. Herru, þetta sykurbúðin svo það er. Þetta er gott kombo. Mér finnst líka alveg grilla að vera með bara eitthvað sushi nammi. Þú ert bara að horfa á fótbolta eða eitthvað. Þú ert bara mættir í stúkuna með sushi nammi. Þú ert að horfa á ræði. Það er líka áhverjum núna heyrðu stokku bara bara. Sko, ég hef gleymt því að þeir sitji heima ekki með neitt höndunum. Sko. Hérna er eitthvað tvist. Sem við þurfum ekki hlusta þau smjáta. Sko. Nei, ok. Það er reyndar alveg. Hafa sárstræp með sykurbúðan. Já. Þannig að það er einn og mann í viðbót. Já, ég næsta kannski ég eftir. Síðan eru við náttúrulega með geðveikan Batman-bolla hérna, sko. Já. Þið veitir aðeins fólk að ef þið getur svona Batman-ljós í heiminum, þá kemur Gunnar. Já, ég á það til að líta upp og sjá hvort það sé eitthvað og hlaupa bara. Já, já. Það er bara þannig. Ekkert að kalla. Vantar ykkur aðstoð? Sushi fær sko bara mjög há einhvern hjá mér. Örugglega bara svona A+. Já, það er gott að blanda sem sykurbúða með, sko. Það er svona twist. Já. En við erum ennþá að fara að bíða eftir svona TikTokinu. Við getum rettaði. Þú sleppur ekki svona öðru. Það er minnsta í heima rettaði. Já. Mér er listara. Já. Já. Og þú veist, við erum að tala um eitthvað cinematic skot, close-up. Drónaskot. Talandi mann að síðustu viku, ég kláraði burger, kláraði sushi og fekk mér eitthvað meira með því. Allt fárlega gott. Já. Djúvill sá ég eftir því maður. Nei, maður á að leifa sér smá. Fórstu Nei, ég bara keyrði yfir mig. Það þarf nefnilega alveg stopptakkan líka. Ég veit það. Þú veist, mér finnst alltaf í lagi að leifa sér eitt. Já, já. Nei, þú getur ekkert nastlað á þessu bara... Nei, sko, ég er alltaf þannig típa að það setur kassan á mér frá hann. Hann er hættu kassan. Já, já, bara gefins. Ég er bara... Það er allt gott í hófi. Það er rétt. Mammi hólisti. Já. Já. Ég er að fara að opna annan svona sushi-bakka meðan við horfum hérna á fyrsta leik af 2. Þetta er náttúrulega 2 leikir í kvöld. Já. Og hérna, það er mjög stutt í að fyrsti leikurinn hefist. Leikmenn eru bara allir að gera sér kláran. Sitja sveittir fyrir framann tölvunni sína, bara... Þannig að núna er svona kannski síðasti sens fyrir fólki heima að fara á klósettið, sko. Já. Já, það er bara... Þú veist... Núna. Við býðum. Við strákarnir 3 ætlum að sitja hérna og horfa á leikinn og lýsa fyrir ykkur áhörundum hvað er að gerast í leiknum. Já. Svona... Og við ætlum að tala íslensku. Já. Ég er að tjóka. We are. Já, já. Það er sitt sem yfir. Þannig að... Ég var líka að spá að þegar við vorum að segja að þetta væri síðasti sens að fara á klósettið. Hvað með þá sem er í símanum að horfa? Að multitaska. En þau eru í vesinni. Nei, þau eru bara á klósettinu núna. Já, þú meinar. Þau eru bara hér. En það sitja á tjatti hvort það er 1 á 2. Býtu, hvernig er þau? Býtu, Gunnar, hvernig er þau? Svona. Já, já. Ok, nei, no joke. Hversu oft fer á klósettið ekki með síma? Aldrei. Þú veist, hvað er maður, þú veist, einu sinni í viku. Gamla daga voru það Andrésblöðin, skilur. Þú tókst með þér eina möppu. Og sirpu. Já. En núna er það ekki þannig. Sirpun eru classic, sko. Þannig að, já, þetta er... Ég er að vera æsispenntur í fyrsta leik samt, sko. Sama hér. Af hverju? Já. Bara ég fann ljósin aðeins dofna. Já, það bara triggeraði mig. Það er bara... Já, þú bara... Það er game time. Það er bara, þú veist, við erum bara robots. Já, ég eira það, sko. Nú. Rútan er eitthvað biluð, það er að laga hana. Hún er ekki biluð, það er kannski svona meira svona örsmá tweak sem það er að gera við hana. Ok, ein pæling, víst að þetta er ekki fyrst að ætla að sé einhver spila hérna í arína, þú veist, núna í rigg. Ég og Óli lentum í því í fyrsta kvöldið á Erkdöldinni, það var bara bæjarins bestu liði hérna frammi, sko. Já, þeir tóku viðtal við það. Mér finnst eins og línan, við sjáum hana reyndar ekki núna þegar við sitjum, en það er svona lína hérna af tölvum sem sést svona í gegnum glerið. Mér finnst eins og fólk ætti að geta reserva það, fá að vera bara með nakkan sinn í mynd. Þú veist, akkur ekki.
Þú er alltaf best að nakka minn í mynd. Það er mjög góð punktur. Segir Stefán aftur og hafnar á manni. Kendi mamma þín þér ekki að tala ekki fulla muninu? Jú. Jú. Ég bara gleyma því. Ok. Já, akkurat. Við erum að fá nýjustu fréttir að þetta er allt saman að smella. Já. Bara hvað og hverju rútan að fara í lofti. Og Það er náttúrulega sparki dekkin bara á. Já. Aðeins að tekka loftþrýstingin. En hann þarf náttúrulega ekki að nota dekkina þegar hann fljúga, sko. Einhvern tíma þarf hann að lenda. Já. Ég er svo alltaf að ímynda mér einhvern svona, einhver sem að flett í gegnum skilur sjónvarpsrásinnar. Lendi svo að þessu. Kæri áhörður, það að koma að því. Rútan að fara í loftið og við ætlum að fá sjá svolítið skemmtilega grafík. Þannig að, það ekki? Jú, neglum þessi í gang. Það er bara einu regla. Já! Yes. Þarna byrjar þetta. Þarna erum við að tala saman. Þetta er grafíkin. Þetta er bara skjörðið. Ég sér vaskinni þannig að næst aftastur. Ímyndið eitthvað, þetta var bara Ég var við að vinna með næst aftasta. Já. Núna vinstra megin. Það var ég. Heyrið tónlistina. Ljósin dimmast. Já. Þetta er gott. Þarna kemur hann. Eyjan fagra rútan. Fólk tilbúið. Oh shit. Og við byrjum á Playboy Nökkva sem er með skemmtilegan svona lestarglæter. Já. Þetta er eitthvað konar hryllingslest eða rússíbani. Þetta er svona, sko, myndið þú vilja vera með svona stóran glætir? Er það ekki bara vesen? Ég er alltaf bara með umbrella. Já, ég vil hafa þetta lítið, sko. Við erum með, 22 leikmenn og það eru 12 hringir. Hérna er Gabby Hills, komið með 50 skjöld og bara mjög gott lút. Já. Með, 16-17 byggingarefni, já. Lendi hann einn í tvingl. Já, það sem ég er að segja, það eru svo fáir á mappinu að... Já, nú er hann bara að safna... Og gefur pláss. Já, gefur pláss og þú veist, það er óþarf að vera berri. Það er eins og ég segir, það er engin fallinn. Sko, ég tók eftir í elskotleitinu líka að það voru leikmenn alveg með undir 100 gull. Þannig að þá hafðir ekki tæki fyrir að kaupa sér NPC. Þú byrjir alltaf núli í komið þetta. Já, með gullið. Já, þannig að þú þarft að safna þér... Já, ok. Og þú þarft að safna þér í gegnum leikinn, sko. Svo fara ég að leika eftir að byrja núli. Ok, það er fróðlegt. Það er aðeins öðru í seldur en svona casual players. Þetta er Kristómi Setu. Hann, munið hvað sæti hann var, eða? Ég held að hann hafi ekki verið top 10, sko. Ertu viss? Jú, hann er ekki 15. Já, 15. Já, ég held það nefnilega. Herru, býta, hann sér einhvern annan? Nei, hann sér hann ekkert. Hann er í Mask Mito og Vito er hann líka. Æ, Vito. Hæ. Sko... Hann er með Typhoon Bladið sem er... Ég á rosa erfitt með að vera með þetta sverð. Já, ég er ekki hrifinn að því. Ég einhvern veginn... En ef þið fáið medalinn sem gefur ykkur ósynnilega? Ég hef ekki ennþá náð henni, sko. Nei. En þeir virðast ekkert sjá hvern annan. Sko, ég viðurkenni að ég er búinn að vera að þurfa að sinna öðrum hlutverkum en að spila. Já. En ég hef lítið prófað medalíun á... Já, þú meina það? Já. Ég hef prófað medalinn sem lætur hlaupa aðeins hraðar. Hún er mjög góð. Hlaða aðeins hraðar. Það er ekki medalið, það er svona kort, svona bún heitir það. Já, ok. Vito er örugglega búinn að sjá Kristómi Setu. Já, hann er allan eitthvað að gramsa í fiskiskónum sínum. Já, nú ertu að vera með skó í Fortnite. Tekur hann... Tekur ekki kicks eða eitthvað líka? Jó, kicks. Jó, það er þeir örugglega styttast í að vera sér hanskar líka og eitthvað, sko. Það er hægt að vera Gleraugu og eitthvað. Það væri samt alltaf læg. Nike, Jordans. Já, hvenær finnst þeir vera þetta sé komið út í vitleysu? Þegar þetta skipt sokka eða? Þetta er orðið pay to win. Það er eitthvað búst. Nei, þeir... Á meðan þeir gera það ekki að mig leika ykkur í svo vilja, sko. Ok, ég sammála. Þeir mega ekki gera pay to win, sko. Sko, hermannaskinni að tæklan sé pay to win þegar þú fellur inn í umhverju, sko. En gæinn sem er alltaf græna skinni og felur sig bara og er í hæðsta ragni. Það var allt vitlaust til að gera það fyrir að koma út fyrst, sko. Já, það er alveg sem skinn sem er aðeins þægilegri, sko. Er það að tala sweat skinnið? Já. Hvað segið þið kannski opna eitt sushi bakki upp á þetta? Já. Ok, vel. Dýfaðir í hann. Já. Gjörðu svo vel. Þetta fer rólega á stað. Leikmennir eru bara svona að koma sér fyrir og lúta og taka stöðuna. Það er rosa ljótt ef við fáum allar þessar byrðir frá Lúk. Já.
á viku 2 þegar þú var hringið símtal. Mér er meira. Stefán allir búinn að taka mig heim á liftanum sínum með þetta. Já, við erum bara búið með þetta. Nú. Já, það væri gaman kannski að sjá kannski einhverja aðra spilar heldur en Vító og Kristó með setu. Já. Þannig að... Það er eitt fallinn. Þetta er MMS sem við tölum á hann. Já. Hann er með 3 big potta og hann er með autoshotgunna sem er ekki sko pump shotgun sem er alveg með eitthvað 14 skoti eitthvað, skýtur 2 í einu. Ég er ekki rosa mikil fan af henni, sko. Hann ætlar að taka þessi MPC og fá medalínu frá þeim. Já. Gætið Það sé ekki að ná í Omnimaski líka. Jú. Hann er með svona lítið. Oj. Þetta var nú ágætt gettur. Það verður hann búið að taka þetta 100 af honum næstu því. Akkur drekkur hann ekki skjöld? Hann hlýtur að þurfa að fá. Þórið ekki. Þetta er Steini 23, örugglega Fjölnis. Já, við höfum verið að kalla sem eru með fjölskyldu. Já. Þetta er fjölskyldu Steini. Fjölskyldu Steini. Það er mest að gott svona klan, bara fjölskylda. Herðu! Sigmar mætir bara. Þetta er akkurat ástæðan okkur og það átti ekki verið að drekka þetta. Sigmar tekur út MMS. Hann fyrir og slakar á í smá og dettur út. Fella 2 í leiknum. Þú veist. Þetta er kannski líka hættan við að vera svona fámann í lobby og þá slaka maður kannski aðeins meira ástöndum. Já. Sigmar er með god loot, hann er með allt fjólublátt loot sko. Þetta er rosalegt. Hann er FH Skibidi Toilet. Úlskinn. Með 100 byggingarefni, 0 fellur. Hann er með, já, hann er næstu bara 500 nema stálið sko. Já. Hann er að... Er hann að nálgast Venna? Já. Og með eitt fyrir aftar sig, hann er eiginlega svona pínu í miðjunni. Þarna er Vító að fórna einum spræti til strænsins. Já. Og sprætin hefur ekkert að segja með það. En svo kemur hann aftur. Er Skibidi að fara að nálgast Vító? Sjáðu þið hvern annan? Já. Ég held að hann heyri í honum sko. Gæti verið að nastlegin þarna sko. Já. Þarna. Hann fyrir strax í... Já, nætt BM. Þetta er ágætis töfk hana. Já. FH á móti Vító. Þetta er einmitt það sem ég var að tala um á hann. Hann er ekkert hræddur. Nei. Hann glemdi ammabóksinu inn í þessum skúr. Já. Hann ákveður að bakka Skibidi. Eða hvað? Já. Það sé ekki bara svona að reyna að koma með eitthvað annað engul. Hann þarf svona aðra línu, aðra sjónlínu. Já. Heyrum einhver skotan í fjarska, er einhver sem að tekur skaða á Skibidi. Vító sé að reyna að ná taka líka. Ok. Sparar hérna 1 splash til bráðabyrða. Þannig að... Hann misti hann að lestinni, Vító. Já. Ég er svolítið mikið að fela mig í runnum þegar ég er að spila, sko. Já. Það er mjög gott, sko. Þið líður vel þar. Playboy Nökkvi sést þarna, glitta í hann. Þetta fer rólega á stað, en endurinn getur þetta mjög spennandi. Býttu, Skibidi fann hérna Ghost Kills. Hann er bara í því að finna alla. Væjan feldur hérna að Lester. Já, klassik. Og, já. Það er Gaga Gugu, var það hann er Lester. Hann er Lester, já. Ég nenni ekki að segja Gaga Gugu, sko. Það er Nökkvi að fela sig í runna. Segja Lester. Ég var nú gaman fyrir það. Já. Nökkvi gæti náð sjónlínu á Vító. Skibidi Toilet gæti orðið sko third party. Er ekkert látið virkja hans í friði? Brotið þarna niður? Já. Hann fer strax niður og lagar. Já. En Ghost Kills er í ruglun annað hliðin á. Hann er hálfur. Tekst Skibidi Toilet að ná fyrstu fellunni sinni í kvöld. Já. Við gætum verið að fara að sjá Skibi hendi í eitthvað. Og þetta er rosalegt drónaskot fram hjá trjánum. Já. Herru, Skibidi. Hann næri sig. Já. Tekur fyrstu fellu kvöldsins hjá sjálfur sér. Á meðan tekur Sigmar líka eina fellið. Já. Við erum að tala um 17 leikmenn eftir. Skibidi er að fara að leggja sér allan fram í að komast í topp 10. Já. Hann þarf að byggja eins meiri kringu sig. 150 líf. Hann er svolítið low á ammónu, sko. Tekur mikið skaða frá Vító. Vító er búinn að vera eldan. Byggir sig upp. Tekst að nota mínu hann til að hýla sig. Kemst alveg upp í 150. Þetta er skemmtilegur akkur hérna, litríkur og skemmtilegur.
Þetta Akurinn. Þetta gæti verið Akurinn, það tala um. En þeir virðast ekkert vera að pæla í hvort það sé einhverju fleiri hann í kring. Nei, lítið að pæla í því. Já, þeir eru bara svona eitthvað í rólegheitum, dunda sér, taka 1 og 1 pick. Það er að læga þannig bakvið á, ekki? Hann fer bara. Já. Skipur í sáun svo sem. Skipiti þarf að fá Big Pot til þess að komast í 200 líf. Já. Hann er með 1 laust pláss fyrir eitthvað. Jú, það er eitt fyrir aftan skipur í tölu að horfa. Það ekki, jú. Spurning hvort hann sé með engul. Bjarki, fjölskyldu Bjarki. Herra þarna Hann er nú með ágætis spray sko, þannig að hann þarf ekki mikið. Herra, ég held að ég hefði fellt Bjarka í dúo. Já. Í elskotleildinni. Já, ég held það. Já, þetta er skemmtilegur akkur. Það er þessi NPC býr í húsinu þarna akkurat. Já, býrð þú þar? Nei, NPC-inn. Já. Hann er með 150 byggingarefni og það er bara það mesta sem hann getur verið með, sko. Hann er þægilegur, sko, hann er líka með medkitinn, annað minis, þú veist, hann þarf ekkert meira. Sko, Vító og Skipiti eru bara... Já, býttu það. Þeir eru bara að skjóta hægri vinstri. Einhver æsingur í Vító. Já. Þú veist að taka með hann á. Já. Spurning hvað Skipi. Herru, Skipi er alveg í vesinu, sko. Lára, Hann er búinn að vera svolítið lengi þarna. Ekki mikið til þess að fæta, sko. Hann er að spara medkit. Hann myndi ekkert samt vera leiðilegt að hann myndi fá sér þetta medkit. Fylla allavega upp í 100. Eða hvað? Er það bara, er það vitleysa? Ef hann er að taka núna við mér, viltu ekki eiga það til þess að... Hann vil eiga medkitið til góða, sko. Ef hann skildi fara niður en 74. En núna á hann ekki einu svona 100 í líf. Ég myndi alltaf vilja hafa þetta medkit. Ég myndi ekki spara það. Já, ok. Spara fyrir hvað? Ef hann er að taka það núna, Þá var hann bara fallinn, sko. upp í, þú veist, niður í 20. Ok, það var vissilega betra. En kannski er hann bara feldur í staðinn, skilur. Kannski vantaði þetta akkurat 20. Já. En hann tekur sína ákvörðunir, hann virðist ekki alltaf, hann, sko, er hann bara að fara að liggja þarna næstu 5 mínúturnar, 10, nefnilega. Þeir báðu bara, þessu bara sáttir. En það Já. er skipið í vesenu, sko, upp á það að hann þarf að fá eitthvað í fyrst. Já, vissilega. Spurning hvað sé að frétta af öðrum leikmönnum annars staðar á kortinu. Það er þessi, hvað eiga að myndast? Já. Hann er Gagagugu. En þá 17 leikmenn eftir. Hann virðist vera þokkalega þægilegur á... Hann er með allt fjólublátt lút og hérna bara eina fellu. 2 stig komin í pottin að minnstakosti og eitthvað placement pott líka. Sjáum, já. Hver er að pikka í hann? Sjáu þið það? Sigmar, já. Býtum við, hérna er Jóhann JGJ og fylgir nafniðinn NPC. Já, Gunnar. Það er svona að blanda mér og þér, Gunnar og svo NPC. Ég er NPC. Sjáum hérna Lester, King Kjúli, hann kom nú vera sterkur í elskotdeildinni, skemmtilegt nafn. Já. Hann sjáum Lester hérna, við vorum myndið að pæla í þessum daginn, af hverju leikmennir er að skipta nöfn, er það til þess að ruggla okkur í rýminn? Ég held það, sko. Þú vera alltaf að skipta. Það eru Sigmar Lár. Sigmar Lár, King Kjúli gæti verið að taka. Nei, heyrðu, Sigmar snýr sig við. Sigmar snýr sig við. Það komið 3. Já, Gesta 6 Sigmari. stig að minnstakosti á Sigmari. Sigmar er að fara að færast svolítið hátt upp stigatöfluna hérna með við að vera með 3 fellur. Hann er með 2 medkit með þess að sem hann ætti að fara að nota 1 þeirra. Lester er að nálgast hann. Lester hann búinn að stapla sér hliðina á honum og Sigmar feldur. Hver tók hann? Var það ekki Lester. Lester? Já, já. Lester með 2. Fær gott refresh á materiáli sín. 13 spilar eftir, hann að Frost 68 virðist hafa fellt sjálf á sig. Já, það er óheppilegt. Skrika fótur. Frekar óheppilegt eins og þú segir. Já, 2 fellur, 150 byggingarefni. Tjekkar hvort það sé ykkur í runnanum. Svolítið gott að hérna gera það, vera svolítið var sig. Já.
Sjáum svo, það eru 4 hringir búnir af 12. Kannski komumst við bara í hring 8 eða 10 með við stærðin á lobbyinu. Ef þú var í svona litlu lobby, Gunnar, Já. hvernig myndir þú spila þetta? Sko, ef ég væri honum stakt, eða þú veist, væri bara að koma með allt sem ég þyrfti. Segjum bara þú ert Lester núna. Já, ok. Þá væri ég bara að reyna að fara eins nálægt miðjunni eða eitthvað og Chilla. koma bara vel fyrir einhvers staðar. Eða jafnvel vera, þú veist, já, bara einhvers staðar þar sem það væri hægt að flýja mögulega, léttilega. Sjáum Það er hérna. alltaf voru auðvitað, þú var ónýmarkið. Já, ef þú ert með Omni, þá, já, getur við svolítið. Æ, Kristó gafst upp á að ná þessum NPC eða eitthvað. Hann gerst aldrei upp, hann bara mætti tilbaka. Fær sig hann, svo ekki. Þessi NPC, hann droppar hverju? Hann droppar metalíu sem hann ætti að vera óskiljanlegur og hlaupur og getur hlaupið endalaust. Já, ok. Það er svolítið gott. Það er svona einhver ákveðin taktík að taka hann. Já, Án þess nota að vekkina. missa líf, sko. Eins og þú sér að Kristó, þetta er ekki fyrsta skipt sem hann har gert þetta. Nei. Hann er búinn að vera að æfa sig hérna. Hann tekur samt skada þarna. Já. Tekur smá skaða. En þetta er nefnilega ekkert grín að berjast á móti þessum botta. Mér finnst eins og hann heitir sko Shogun, en það er einhver annar NPC sem er í það. Hann hoppaði yfir eldkúlunar. Hann er glóðan þetta lár, hefði NPC. Það er þessi búið með skoti, bara að þeim byrja að nota shotgun. Þarna fellur hann. Nei. Sjáðu, þessi metalía lætur hann vera óskiljanlegan þegar hann hlaupur. Tekur meira sér sverðið og getur hann hlaupið endalaust sko. Það skipti ekki yfir í gull. Þetta er sko, Grímuna? þetta er gull Firemask og hún er ekki sérstaklega góð þegar maður er með builds, sem er mjög góð í hero builds sko. Það er þetta rétt. Það er mjög gott að vera ósýnilegur, sérstaklega í endgameinu sko. Hvað erum við að tala um? Hvað eru margir leikmenn eftir? 12? Það er ennþá 12 leikmenn eftir. Já. Núna er þið 12. Herru, Denas tók Denas. beina með fall damage. Þetta er rosalegt. Hérna sjáum við Dennis í fyrst skipt í leiknum. Já, Virðist vera búin að gera þess aðeins í brók með að við síðust framistu síðustu vika. kannski verður hann í top 5, við sjáum það, en hann er í þessu kattakonu skinni og með allt bara svolítið gott fjólublátt og yfir. Gæti alltaf verið með betra. Já. Þetta er svolítið gott sko. Það er Nökkvi og Gunnar. Skipið í hérna á akrinum ennþá. Skipir í enda og hann er greinilega búinn að fá sér þetta medkit. Já, Jóhann hann er næstum fullur af lífi. Fekk fall damage, á grímunni. Hvernig? Þetta er eitthvað glitch. Hann er sama skinn og Denas. Já. Herru, nú eru 11 leikmenn eftir og hringurinn er að fara að þyngjast. Það eru allir komnir í eina kös. Af hverju fekk hann skaða þegar hann... Bara sama ástæða og ég og Óli lentum í þessu. Þá voru þið með sverðið. Það er allt saman bilað. Jú. Gagagugu eða Lester eins og þið viljið kalla hann. Playboy, Nökkvi, Skipið í toilet, eru í svona smá bardaga. Spurning hvort það sé, já, fær smá materiál svona hjá runnunum. Býtu, Jóhann og Lester. Skipir í toilet að láta Jóhann finna fyrir... Þetta er Gagagugu. Já. Gagagugu. Núna verður stormurinn og lokast. Já, óni markið. Hvernig flaug hann svona upp? Já, hann fór í vindin sem var hjá hann að Eyri. Text Gagagugu að ná bjarga pöndu eða hvað? Hann er, já, með ágætis magna materials en gæti alltaf fengið smá meira sem hann alltaf sækist þér hann. Núna er sónið, eða hringurinn var lengst í burtu frá öllum þessum sem eru hérna á endanum. Já. Nú geti ballið farið að byrja. Sjáu hringinn. Já.
Nei. En Nökkvi að taka skipið í. Skipi. Hann að svara þessu. Já, þetta það sem ég tala Hann bakkar ekki. Nei, hann gæti tekið Hann horfir fram. sverðið og flúið, sko. Hann horfir fram. Tekur skipið í Nökkva. Nær inn í pikku. Pikkar hann aðeins. Þetta var reyndar mjög vel gert hjá Skipri. Hann er tilbúið með sverðið til þess að flýja. Hringurinn fer á stað eftir 5 sekúndur. Nökkvi nægir að fylla eitthvað á. Skipið í ekki með neitt til að fylla á. Nei. Núna þarf hann bara að hlaupa. Bara með sverðið upp og hlaup. En hann með grímuna. Já, gríman hjálpar, sko. Þeir eru báðið með grímuna. Og skipið í tekur Jóhann eða hvað? Gerir hann lágan að minnskosti. Nota sverðið til að brjóta veggina hans. Þetta getur verið vel gert. Já! Skipið í tekur út Jóhann, fella númer 2. Fær þarna Big Pot og fleira. En hann er fyrir eitthvað umkryndur. Fekk hann að líf tilbaka og ég held að það haldið honum á lífi. Sáðu það? Akkur fekk hann líf? Það held ég. Ég ekki. Hann fær sko, Hann fekk- þarf eitthvað metalífið. Hann var að fá líf hann upp á fullu. Já, Spurning, hvort þetta hafi verið út á sverðinu eða eitthvað. nei, ég held ekki. Nökkvi fastur í storminum. Eða strategist að kampa. Nú þarf hann að fara að hlaupa. Scooby. Já, Hann var bara tæpur. Já, hann er ekki rosa þægilegur hann. hvor Kristóin er að fara að ná hægrandinu? Æ, Kristó eða Kristó með setu? Það sé alltaf við setur. Æ, Kristó er ekkert að gera lífið hjá Skipri tölvöld eitthvað auðvelt hann niður í sko. Nei. Sjáum. Já, Nei, Æ, Kristó með 2 fellur. Þarna var freka mikið vesinn hjá Skipi. Og Nökkvi fær felluna. Þarna gleymir Skipi sér. Já, 7 leikmenn eftir. Það er ágætis magn á leikmönnum. En svo að segja Birkir, Gunnar og Dennis að koma sér vel fyrir hringurinn er á leiðinni þangað. Nei! Dennis auðvitað klára bara Gunnar. Já. Já, Hann segir ég er fyrstur hérna, 6 leikmenn eftir. farð þú í burt. Förum að Þú veist, hann er bara Dennis með 4 fellur. Dennis ætlar að vera bara fyrstur inn í hringinn. Já, hann er búinn að stimpla svolítið inn Já. á línursveitildi. Hann á eftir að, já, Það er nú alveg komast óvalega þægilegt að vera þarna upp eins og Lester er hann að komast á. Lester að taka út Dennis. Við sjáum hann skýtur alltaf í runnan til að aðtöfa hvort sé ykkur að fela sig þar. Já, þú snýst hann getur haldið Stefán niður eins og hann vill, sko. Já, já, það er rétt hjá þér. Hann er með næstu max ammo, sko. Já, hann er að halda Dennis niður í svona 6 eftir. Já. Beint í andlitið á Kristó. Nú sjáum Fær við báða bara í kringu sig. hvað gríman er mikilvæg. Hún er rosaleg, sko. Hún er eiginlega bara alveg ótrúlega þessi gríma, sko. Þarna er elskotið Þetta er rosa. Já. Hann er að slappa af. Þetta er ekki svolítið glata tækja fyrir að Lester að fara það. Hann þurfti þess ekkert þannig sé, Nei. sko. Er það? Það er með Dennis að vera niður sig. Það er ekki að haldi honum eins og lengi að hann vildi þessuna. Já, það er spurning hvort það sé með eitthvað annar plan í frekar, sko. 6 leikmenn eftir, eins og ég myndist á áðan. Það var Emil með hægrandi. Spurning hver allar að vera fyrstur að færa sig. Þeir eru allir þarna saman. Falcón verður að færa sig hérna, hann er aftastur. Já. Það er enginn að taka einhverja óþara áhættu, sko. En Emil er komið með ágætis placement points. Hann er komið með þetta bara, hann er komin í, hann er þægilegur. Virkilega vel gert hjá Falcón Emil. Reynir að taka skaða af Playboy Nökkva. Getur svoleiðis haldið spiluðanum þarna. Verður að kíkja fyrir aftan sig hins vegar. Hann veit að því svolítið. Já. Búinn að gleyma að byggja Já. fyrir aftan sig. Hann á 69 byggingarefni eftir. Hann þarf ekkert, hann er eins og nálægt hringjum, okkur lappar hann ekki bara inn. Tekur skaða. Gleymir að byggja í kringum sig. Herru, nú er Lester að reyna að komast upp á Það eru hægrandi. Ækrist og Dennis. Þeir eru í Ækrist og veseni Dennis. þarna. Dennis er að hýla sig. Hann er fljótur að nota splössin sín. Kom sér aftur upp í 100-100. Hann er næstuð í einhverju rugli hérna en nægir einhvern veginn að koma sér burtu. Sjáum, En Ækrist, kemst ef hann er með ónum, skilju. þetta eru topp 6 bestu leikmenn í Reykjavík International Games í rafíþróttum. Og Kristó Miseko Eppi feldur. tekur Playboy Nökkva, fær í Fresh Materials, Dennis, nær Gagagugu eða var það Emil, hann að hvort þeirra.
Lester hann að Gagagugu feldur, 3 eftir, Denas lendir á Falcon, ætlar inn í kassan hans, nei. Jú. Denas aggressífur. Kristó með setu. Hægrum, Falcon, Emil. Þetta eru nöfnin sem við erum vanalega að sjá, Denas, Kristó og Kristó. Já. Kristó. Denas í alveg vittlisunni hann hinum meginn. Nær samt að byggja upp og er efstu núna. Með splössin. Held að sé búið með splössin. Herru, hann með, já þetta er Kristó. Herru, Kristó getur skotið Denas niður. Ef hann myndi bara halda áfram að skjóta. Denas feldur. Er þetta Kristó eða Kristó með setu? Þetta er Kristó. Nei! Nei, what? Kristó. Kristó með setu með hægrættinu og Kristó tekur sigurinn. Með 5 fellur eins og þú spáðir. Í annari umferð, fyrsta leik. Litla spreyið fyrir ofan á sig. 5 fellur. Þetta er 35 stig. Já. Quick math. Já, og við erum kannski að tala um að ef hann næri aftur, það eru 70 stig í dag. Já. Fallega spreyið. Upp? Já, við erum ekki endilega vanir að sjá uppspreyið, sko. Velkomin aftur í settið, kæru áhörundur. Við ætlum að ræða eins þennan leik. Mjög skemmtilegur leikur, farið við stigatöfluna og svoleiðis. En við ætlum að gera það bara eftir örstutt auglýsingahlé, þannig að ekki fara langt. Wait, is he switching lanes?
Já, verið hjartanlega velkomin aftur að skjánum, kæru áhörendur. Leikur 1 á kvöldi 2 af 3 í Reykjavík International Games var að klárast og þið sáu þetta var Kristó taka sigurinn tók þetta. Hann búin að vinna alla, ekki? Á toppnum. Jú, hann var með einn annan sigur allavega. Já, þannig að hann á toppnum á stigatöflunni núna. Klálega. Lítur allt út fyrir það. Hvað sagði þetta að vera 6? 25? 35. Já, 35 stig, einmitt. Það bara heill hellingur, sko. Það nátt líka sterkur inn í kvöld. Já, hann kom sterkur inn og var sem feldur þarna. Nú erum við að fara að sjá bara beint. Talandi stigatöfluna, Kristó var með 64 stig, hann komin upp í 99 stig. Já. Og Dinas komin úr 9. sæti í 7. sæti. Já. Kristó með setu tekur hann annað sætið, að hoppa úr 5. sæti í annað sætið. Já. Jensína dettur niður í 3. Stefan Baha með 38 stig í 4. Dettur niður með 1 stig. Sigmar í 5. sæti með 38. Já. Dettur líka niður með 1. Dinas 13 eins og áður sögum í 7. sæti með 37 stig. Já. Bjarki með 29 stig og dettur niður með 1. Já. Emil stendur í stað. Playboy Nökkvi kemst þarna inn í 9. sæti og að koma nýrinn á töfluna. Og Solo GXBB1 dettur úr 7. í 10. sæti. Já. Það er eins og þú sagðir, Gunnar aðan, Rafik Pickle IGL. Já. Hann væri hættu, hann bara dottur top 10. Já, þannig sjáum við að nú 19 stig sem þarf til að komast í höllina á laugardaginn. þar sem ég og Stefán Atli verðum saman hérna og mögulega Aron að lýsa hérna Zone Wars. Spurning hvort það verður ykkur leinigestum með, ég veit það ekki, við sjáum. Já, það er náttúrulega, við bjóðum alltaf upp á það að hafa einhverju svona spennu og leyfa fólkinu að giska hverjir eru að koma. Já, að gera poll. Já. Leyfa þeim að vóta bara. Kommentið bara hérna, þeir sem eru á Twitch, hver þið haldið að, hver þið viljið sjá sem leinikest. Ef ég kemst svo, ef ég svo mögulega segir svo, ég komist, eru það ekki bara búin að tekka inn í leinigestu bóksu eða? Jú. Það er það bara ég? Það er vissulega þá þú. Jú.
Hvað fannst ykkur helst draga til 10. í þessum leik, Gunnar? Mér fannst Skipur í örgulega vera í mestu aksjóninu allan tíman, eða ekki? Jú. Fengum að sjá svona... Fellur samt þarna í Já, fengum storminum. að sjá báða hliðar á hann. Já, virðist eins og hann hefði alveg getað komist inn, fannst mér. Spurning hvað gerðist? Hann fekk nökkvað í bakið. Nú, en hann dósa, var felldur hann af storminum. Já, hann hefur náð að takka hann. Já. Já, mér fannst hann örgulega standast mest upp úr hjá mér. Sammála því. Falcán Emil var hann með hæggrandið seint í leiknum, kom sér vel hann fyrir. Já. En þér, Aron, hvað fannst þér helst að standa upp úr í þessum fyrsta leik kvöldsins af tveimur? Bara nokkuð sammála. Síðasta ræðumanni? Ég veit ekki hvort að mér fannst þessi ákvörðun hjá Leicester rétt eða röng að færa sig of snemma þarna mögulega í Hendersoni. Já. Hefði getað haldið þetta eins og segja, eins lengi að hann bara vildi. Já, það er rétt. Ákvaða að róta þetta og róta þessi inn í vesen og vart. Já. Við sjáum sko með Kristó með setu að það borgar sig ekkert endilega alltaf að vera með hægrándinn, sérstaklega eins og í þessu tilfelli þar sem að Kristó tók hann út bara þegar Kristó var með lógrándinn, sko. Já, við höfum alltaf ekkert séð það ofta áður. Ekkert, það var bara þvílíkt sprey. Já. Hann var bara einhvern veginn með rétt angul beint á hann. Já. Þótt að hann var með fullt af þríhyrningum til að verja sig, sko. Já. Og við ætlum svo líka að sjá replays, endursýningar úr leiknum, bara þegar þær eru tilbúnar. Það er verið að klippa þið núna. Já, ég heyri allt. Svo fáum við bara í eira þegar við vitum að þessu klára, sko. Ok. Ég heyri hann með skærin hérna. Já, klippa. Já. Þannig að við fáum að henda þeim på skjáinn og getum við séð endursýningarnar frá leiknum. Já, við til, já. Það ekki? Jú. Síðasti leikurinn, samt. Það fara að byrja síðan. Já. Það er alltaf ógæðlega gaman. Þeir eru í ykkur vesinnan inni. Heima. Já, þeir eru í vesinnan. Þetta var, við gleymum þessu. Já. Hann er einmitt íbúinn að tala um það að MMS ætti ekki að vera... Nei. Þetta er ekki gott. Herru, hann er með eitthvað svona kort sem að gefa siphon on elimination. þar sem að þegar hann tekur elimination þá pingar hann leikminni kringu sig. Þetta er svona einleitið að læra. Það er að gera svona mjög. Það er rétt. Já, skipið í toilet, tekur út Ghost. Stundum verið samt fólk þurfa að gera sömu mistökin aftur og aftur. Já. En ætla að... Það er bara þannig í öllum þáttum lífsins, sko. Sigmar með 3 fellur, góðum málum. Já. Þetta er líka vesen sem Sigmar mun ekki gera aftur. Þetta er nánast ófyrirgefnilegt, þannig að hann er nýbúinn að taka... Hann hefði þess að bara geta slaka og loka sig inn. Ég er að segja það. Þetta er nánast ófyrirgefnileg mistöð af því að hann er nýbúinn að taka út annan á nákvæmlega þennan máta. Nei, nákvæmlega. Kemur Dennis og hreinsverðinu upp, skipið í toilet með sverðið. Hérna sjáum við líka skipið í toilet. Hann mögulega nær að halda sér lífi af því hann fær líf. Leið hann er búinn að fella. Já. Hann fær líf, fer upp í 80 og aftur niður í 30. Já. Hann hefði verið felldur. Áhugavert. En síðan þarna er hann í einhverju rugli. Er ekki Siphon? Sjö, rugli. Já, en sjö, nökk verður hann fyrir bakverðin og ná að takka hann eitthvað. Já, það er rugla bara langt síðan. Þarna, já. Það var hann ekki með þetta medkit sem ég sá hann spara. Nei, þetta var eitthvað skrítið. Þarna var Kristó með setu að ná hægrantinum og taka út Nökkva. Já. Sjáum svo Kristó sem er með minnstakosti 2 stig erfiðrygg. Hann er með skriljón stig. Já, hann er bara toppnum. Á stigatöflunni tekur út Dena samna. Þessi er líka langt á mitt. Já. Sjáum þetta aftur þegar hann tekur út Dennis. En síðan er hann bara... Þetta er langt í burtu, lengst fyrir ofan hann og hann nær þessu spreyi. Já. Já, hann var bara tilbúinn akkurat þarna og nær einhvern veginn að miða og er bara að slátra. Er bara í 99. Það hefur sagt en gert, sko. Já, þetta voru skemmtileg replay og ég held að við bara búumst við að sjá eitthvað svipað skemmtilegt úr þessum seinni leik eins og var í fyrri leiknum. Já, það er rétt. Nú er spurningin sko... Við sáum Dennis vera að rísa upp. Já, ég held, veistu hvað ég held? Ég held við sjáum hann í öðru. Í öðru? Já, eftir næsta leik. Hann verið í öðru. Hann er að minnstakosti búinn að tryggja sig inn í Laugardals. Já, hann mætir á Laugardaginn. Já. Annars þetta er svolítið... Já. Núna í kvöld. Svo geta hann auðvitað unni á Laugardaginn. Sko... Ég er að segja að það er svolítið djart að spá hann í öðru sæti. Nei, það var nefnilega ekkert það djart. Af því að
það voru bara einhver 10 stig fyrir ofan hann eða minna. Það? Já. Það var Já, að lesa eitthvað villist á það. Það voru allir voðalega þéttir. Já, ok, þá kannski er ég í ruglunni, ég veist ásökunar. Já, sko ef ég fengi 5 krónur í hvert sinn sem ég væri búin að segja Denas þegar ég væri að lýsa þetta, þá væri ég sko milljarð þannig ykkur. Eða svona 50 kall. Það er gullpenningur, sko. Gæti keypt hérna lúkalúk. Já. En nú er spurningin sko hvort að keppendunum séu bara farnir beint í næsta leik. Já, hvort að þú veist, rútan sé að vera klár og svona. Það er bara strax byrjað bara... Já, þetta er svona gamaldags rúta, sko. Það Já, þarf að smyrja hana fyrst áður og... Það er rétt. Alltaf aðtöða loftrýstingin, Ég er bara svo æstur að fá... bæði í belgnum og dekkjanum, sko. Sparka eins í dekkin. Já, það er rétt hjá þér. Já. Það var aðeins að slaka taugar til þess að byggja upp aftur, sko. En við sáum voru fleiri sem að duttu og ok, við sáum hérna skipur í falla á storm. Við sáum hérna Denas feld einhvern niður og hann datt á fall damage. Það var bara þeir. Við sáum 2 sem að voru feldir, voru bara í náttúrunni að chilla. Voru bara jartengdir á ríninu, sko. Já. Hvað eru að fara að sjá meira, Stefán? Sko, ég held að við sjáum eitthvað taka Skybase. Það var skemmtilegt. Það getur eitthvað. Það skora á eitthvað leikmann taka Skybase. Ég held að við sjáum 2 gera það nákvæmlega sama, byggja ekki og falla. 2 aðra. Já. Ok. Þannig að, hérna, já, það getur alveg... Svo sjá þeir það í kvöld og sé bara... Og leikmenni verða mun að byggja fyrir aftan sig og hliðunum fyrir að skjóta beint áfram. Þeir eru alltaf oft Já, bara vera ekki of slakir. Það er rétt. Það var eins og alveg næs að vera slakur í settinu eða eitthvað. Já. Ekki á eyjunni. Nei. Það var þig, sko. Maður getur brent sig á því að byggja ekki bara í kringu sig. Fólki heima veit það. Það er rétt, sko. Já, þið búa í þenni húsum, sko. Já. Fólki núna kannski situr í sófánum heima, er að horfa á sjónvarpið. Þeir eru með, kotta sig ykkur megin. Þeir eru að verja sig. Þeir eru að verja sig. Já. Svo er svo líka það, það er veggur hérna. Já. Þeim líður vel. Pælið þið að flytja í hús og það bara gleymist að byggja vegg hérna þar bak við. Það væri erfitt. Já. Það er rosalegt, sko. En já, þetta er hérna... Ég held, sko, eins og þú segið að leikmennir að taka svona smá tíma milli leikja, aðeins að fá sér vatn, fara smá pissupásu, teygja úr sér, teygja hendurnar, þú veist, gera sér klára. Fá sér fest loft. Hvað gerir þú á milli leikja? Sko, ég er náttúrulega búin að lenda í að detta út svo snemma. Já, það er langt á milli leikja. Þannig að ég get bara farið út í búð og ég hef skipt bara... Þú getur farið út að borða. Já, ég hef skipt bara... Ég var í Reykjavík og fór í Hafnarfjörð, sko. Ég hef bara skipt bæjarfélag. Já. Hef ég verið aðeins fljótar að finna orðið, það er kannski verið betra. Ég var að leita bæjarfélag. Sveitarfélag. Nei, hvað ger ég? Þú veist, ef eitthvað fer úrskeiðis, þá svo sem kíkja ég bara, ok, er eitthvað sem ég vil breyta, kannski. Mögulega það, ef einhver er að lenda á sama stað og ég, þá er kannski líklega að lenda aftur þar. Og það er kannski svona leikgreinir. Já, aðeins að greina, sko, og kenna mikið Já, það er mikilvægt, sko. Já, ég kenni það stanslistum. Já, en hvernig er ekkert líkanlega sem þú gerir, eins og þú veist? Nei, ég hefði kannski alveg mátt skoða það. Ég hugsaði eitthvað svona, já, eins og þetta sé að drekka nú vatn. Já, það er alveg rétt líka. En ég veit það ekki, ég var bara nógu spennt, mér langaði bara að vera með. Mér langaði bara, þú veist, leið mig bara að spila. Pröfaðu, bara fyrir næsta mánudag. Já. Skokkaðu svona 500 metra. 500 metra? Ekki meira það. Ok. 50 metra? Fyrir fyrsta leik. Ok. Það væri náttúrulega... Skokkaðu bara halvan kilometr fyrir leik, að þú komur ekki bara hressari inn í. Ok. Sko, jú, við erum með 4 stig eftir 4 leiki. Það er stig í leik. Stig í leik. Stig í leik. En aðtuga, þú veist, pröfaðu þetta og að hvort þú finnur mun. Ok, ég skal gera það. No joke. Já. Hljómar fróðlegt. Já, þannig að, en eins og ég segi, við erum núna í, Rís. Nei. Rigg. Hitt er náttúrulega allt annað, dú og elkodeild, en já, ég er að segja, þetta er ekki búið þar. Nei. En þú mannst bettið, það er fölgði tæft núna. Já, það verður erfitt að ná því. Við bettum eins og það að... Lama tattoo. Hvað þyrfti ég að ná? Top 3. Top 3, sem er eitthvað mörg stig núna. Það er skriljum stig. Þá myndi Aron fá sér lama tattoo. Aftan á kálvan. Já.
sem er svona Sem að- 5-10 cm Ég fór heim, lét vita að ég hefði gert þetta veðmál. Nei, við hvað? Það var bara, Aron, hvað er þetta að gera? Nei. Nei, það var engar áhyggjur. Ég þarf að gera það. Þú verður að fara að gera það, sko. GV. Já. Ég er náttúrulega eini hérna í teiminu sem er líka að keppa eitthvað. Já, það er verið rétt. Þannig að, Já. ok, við erum að heyra hérna. Það var orðið breytingar á stigatöflu. Getum við fengið hana Kannski nýju? fínt að tala um það, því ég var að tala um Denas áðan og hvað væri stutt í annarsæti. Já. Þannig að Það við voru breytingar eins og þú segir á stigatöflunni. Já. má ég sjá. Náðu að henda því upp fyrir ykkur. Já, Þetta er, hérna erum við að tala saman. já, Það er svona stutt á milli. Sérðu? já. Já, Gaga Gugu fer hérna upp í 7. sæti og Gabbi datt út úr topp 10 og við erum í rauninni að, já, eins og við erum að tala um áðan, Denas er núna með 30 stig, annarsæti er 45. Gaman að fá svona breaking news í miðri úrsendingu. Þú veist, Já. þetta eru 8 stig frá 7. sæti upp í annað, Þetta er þannig að ekki hann nema það. mögulega gæti, ég sé hann alveg fyrir Fjórar mér endaðan í fellur. öðru, Mm. 4 fellur. en, Hvernig verður það? Segjum fyrsta, á laugardaginn. já, Mætir Kristó og byrjar um 99 stig. Það byrjar allir þessi 10 á 0. já, það byrja allir í núlinu. Já. Þetta er bara fair and square þarna keppni, bara þennan dag. Já, já. Laugardaginn, 25. Og eins og við sjáum, það eru stíðin búin að hækka, þeir voru 19 áðan, nú eru Já. 24 stig til að komast í topp 10, Já, sem er ennþá séns, Já, já. við það að Kristó fekk hvað, 35 stig áðan? en getur verið erfitt. Já, En við erum að fá þau skilabóð að rútan fer bara að verða tilbúin Hún er græjuð. eftir smá, þannig að bara hvað og hverju sjáum við leikmennin að fara að hoppa úr síðasti rútunni. leikurinn. Já, síðasti leikurinn í kvöldi 2 af 3 og svo er bara Sónvors hérna laugardaginn 25. í Laugardalshöllinni. Frýttinn, mætið, ekki með læti. Jú, mæta með læti. Og endilega koma og taka myndi með Aroni og svona, þú hefur ekki verið látin í friði eftir að byrja Nei, ég veit það. Ég get ekki fastlega þetta. Nei, ég var eitthvað að labba hérna inn í arínu og þá ég sá var bara strax einhverja bankandi á Já. bílið innan fyrir utan. Já, það? En já, þetta hefur verið svolítið sveifla, þú ert ekkert, þetta er eitthvað sem þú bjóst kannski ekki við, þessi athygli. Nei, og ég vil út að meina að ég fílaði ekki aðtikli, skilur á það. Nei, þú ert svona, vildi vera frekar rólu bara, Já, ég var bara sáttur. en núna er einhvern veginn, Svo fekk ég þetta til aðgefæri, prófa eitthvað nýtt. ég sé að þú posta myndum á Instagram og það er strax einhverjur að gaggrína Já, og eitthvað, ég er með heitir, sko. Já, þú ert komin það háttu. Já. Rúri Gísla alltaf að kommenta og... Þetta var sko, ég ætla að segja, í æskæs, þetta var á milli mín og Rúrik, sko. Já, þú valdi þetta. Já, ég valdi þetta ekki í staðinn, sko. Það sæðir eiginlega nei. Já. Þetta er bara, já, ok, við ringjum það í Rúrik. Já, þetta var þannig, Já. við lofum. Hann var annars, sko. Já, Sjáum, Elskóðeld Emil og Playboy Nökkva. Playboy Nökkvi er lendur. Það eru 20 leikmenn sem er að keppast það að vera í topp 10. já, Reykjavík International Games í Fortnite. Elskóðeldinni til þess að komast á stóra sviði á Laugardalshöllinni. Þarna getur hann fengið rosalega mikið gull. Rosalega lengi að brjóta hann, já. Hann vantar Nei. 70. Gunnar nafni komið með fyrstu felluna. Hann vantar 70 gull í að geta keypt fyrir NPC. Bara að þú getur gert það líka. Það er við getum með fyrstu felluna, það er rétt. En núna sjáum við hérna, sólin er glampandi hérna í mappinu, ásamt skjánum. Það er ekki janúar hjá þeim. Nei, spurning hvort að ljósin megi dimmast. Þannig. Svo sáu þið. Já. Stappaði saman á fókunum og það Já, bara já. gefið leið, sko. Já. Þetta var smooth segway. En núna er Ghost Gills. Gils er hann í vesinu eða? Eða er Bara báðir. þarna sjáum við hvað SMG sprayið getur verið gott. Gaga Gugu kom með eina fellu. 2 leikmenn. Eða 2 leikmenn af 20. Það eru 10% af Já, lobbyinu sem eru fallir. það er rétt. Skemmtilegt hvað þið bara mættir lobbið strax, búm, 1 stig. Já, Það er þægilegt. Já. 2 stig. 2 stig. Eru 2 stig fyrir 20. sæti? Nei, já, ég skil hvað það meina. Já, akkurat. Ah. Ég held að vera að tala um fellunar. Nei. Við byrjum ekki Þú með ert í rauninu að vera örugu með 1 stig. Já. Það er enginn að fara heim með 0.
Nei. Þetta er svona allir fá vinning. Já. You get a car, you get a En car. það verður örugglega alls ekki þannig í Zone Warsinu núna á laugardaginn. Nei. Í Laugardalshöllinni. Þjóðar leikfangi Íslendinga. Og ef ég mæti ekki á laugardaginn, sem er nú alveg líklegt. Ok. Það er eitthvað líkurnar eru að hækka. Nei, þú veist, ég er ekkert skoða þetta. Ok. Ég vil að ef ég mæti ekki, þá verður þú búin að græja svona köpp. Já, meina það. Ég sé með þig bara svona útprent, eða þú veist, pappa prentaðan út eitthvað. Mér finnst það lágmark. Mér finnst það gaman. Hver er að sjá svoleiðis? Er þetta að fá... Það er alveg það. Er þetta að fá eitthvað spons eða eitthvað? Ég væri no joke samt til... Hversu fyndið væri að hafa útklippur af okkur öllum? Og svo þegar að, þú veist, einhver kemst ekki eða eitthvað, þá erum við bara, þú veist, ég stend bara hérna bara með sjónvarpið, eitthvað svona. Við límum þetta á gluggan. Já, búið að teikna skegg, sko, eitthvað svona þessu. Það væri örugglega fárlega fyndið. Til að denast hérna Þetta að taka út vító, komið með 2 stig í viðbót og minnst og kosti eins og ég segi 1 stig fyrir þáttökuna. Já, Denas ætlar að stefna á þetta annarsæti, en ég er að segja, no joke, þetta getur verið bara léttur spons með Lúkalúk. Já. Bara pappasmiðan eða eitthvað. Bara þeir sem vilja græja þetta, með að græja þetta. Þið heima í stofu. Ég er vonast til að einhver forstjóri pappafyrirtækis var að létta á stöðuna, sko. Oddi, það er ekki eitthvað það. Já. Denas náttúrulega með, já, 1 fellu og 17 leikmenn eftir. Hann getur fengið sko 45 byggingarefni viðbót til að fyllast upp í 500 sko. Já. Skipir í toilet. Hann er að fela. Hann er að æfa sig með sverðið, það gekk svo vel síðast. Hann er að fela, hvað er hann að gera? Hann kom með eitthvað 15 big pot þarna. Hann er að geima samt. Já. Hann er svona eins og íkornarnir. Já, sem tróði upp í munnin, já. Nei, sem geima hérna netunar í trjánum og eitthvað svona skemmtilegt. Eins og í ísöld. Já. Já. Þú veist, nú er hann bara með sinn griðastað þarna. Ekki að segja ísöld við mig. Nú? Varstu þar? Nei, ég er ekki flókað. Bara ég á 3 ára barn og... Ertu að horfa á þetta aftur? Skrilja á hennum. Já, ok. Sjáum hérna Sigmar. Þetta er samt alveg legendary ísöld. Já. Munið í hvað sæti Sigmar var eða? Já. Var hann ekki top 10? Jú. Þetta eru 3 legendary kistur hér. Hann er í 5. Já, Sigmar er í 5. Já. Sigmar og Steffen eru báðir í 5. Já, það er áhugavert. En var ég að sjá rétt, voru 3 legendary kistur þarna? Klálega sko. Já, nei. Þú þarft sko spræt. Ein allan og síðan voru 2 svona stórar, 4 bara. Er það ekki legendary? Jú. Já. Hann er að dunda sér hérna í hellinum, byggja sig upp bara. Ég man eftir þessum stað akkurat. Já, ég líka. Óli var að sína mér hann. Já. Bara í casual lobby, skilur. Já, hann fór bara með þér í lobby og já, bara það var fyrir fyrstu... Þegar þetta kom, þá fórum við að læra á mappið, bara fyrir útsendingar. Hann lokkaði þangað niður. Já, en það gekk ekkert svo vel, sko. Nú? Það var bara hálft lobbyið og sömu pælingar, sko. Nú, ok. Já, þið ætluðu bara að lenda þarna? Já, hann var að sína með sprætana og hvað þið gera fyrst og þið að opna þetta og... Já. Það var bara allir alltaf á sama plani. Er hann eitthvað að bjóða upp á þannig tíma? Bara fara í gegnum mappið með manni? Spilaði Fortnite Óla? Hann er sko að vinna í að gera eitthvað skonar gervigreinda rafíþróttaþjálfara og það er rosa spennandi verkefni hjá honum. Já, ok. Fekk hann ekki eitthvað svaka styrk út á það? Jú, hann fekk flottan styrk fyrir það. Hann er samt reyndar aldrei búinn að tala um þetta í útsendingu, sko. Ég var heyrðið í fyrsta skipti núna. Er þú hann eða? Ég er alltaf með Óla í eyrun. Já, bara upp á info. Já. Bara fá upplýsingar núna, hann veit þetta. Já, líka bara ef ég er í umferðinni. Já. Þá er hann að segja mér, það er bíll hægri. Já. Hann er snöggur að lýsa. Já, gerir það vel. Já. Hans er sárt saknað hérna í kvöld. Tökur hérna, þetta er skemmtilegt nafn. Z-E-X-E-A-O-X-X á móti 1-0-XX. Já. Sjáum 2x E-A Jan og Skibri Toilet er í eitthvað svona runna, fela sig. Þannig að... Runnakall. Spurning hvort að hver þeirra mun gefa sig fyrst. Þeir eru hvoru er inn í hring. Já.
hver gefur sig. Þetta svona chicken, sko. Já. Skipir í aftur á þessum akur. Já. Hann var nú búinn að gróðursetja hann nokkra big pots, þannig að hann ætti geta fundið þá. Hann svolítið að vinna með hann. Hann að farma þá. Það pointið. Já, hann að koma alltaf með það tilbaka. En Skipir samt, þú veist, hann lætur heyri í sig tilbaka. Já. Hann ekkert bara eitthvað, býtu, skaustu mig? Þú takkar hann ekkert frítt, sko. Nei, hann mun alltaf skila. Já. Það ennþá 17 leikmenn eftir, einungis 3 sem að hafa fallið. Og já, hann með næstum því, hann með 500 í steini. Og ZEXEA og í... Það heldur slættur í hvoru gefa sig. Já. Það óþægilegt. Fallaði báður í storminum, sko. Það þreytt fyrir báða, sko. Býtu nú við, hvað hann að gera? Hann með 2 merkir, þá. Já, en var nú kannski ekki svolítið mikið að hoppa þarna niður bara. Jú. Hann var nú ekkert í það miklu pressu. Nei. Það var fullt dramatíst. Já, hann var með medkitið þarna tilbúinn, þannig að hann nær sér aftur tilbaka. Það fyrir eftir því hversu snöggur hinn að sækja á hann. Já, vissulega rétt. Hann kominn á stað. Hann fylgir fast í hæla hans. Það Skipi. Skipi. Já, hann búinn að boxa sig vel inn í Skipir í toilet. Smá hús með fallegu þaki. Sjáum aftur ZEXEA og með enga fellu. Væjan með hægrandinn, en það einhvern pikkar í hann. Já, þetta third party sýnist mér. Hann svo góður í þessu litlu píkum. Já, Skipir tekur skaða af Væjan. Hann nær einhvern veginn að staðsetja sig þannig að hann nær einhvern veginn að... Hann nær bara alltaf sömu línunni og hann bara rosalega góður í henni. Það rétt. Ég sá hann á hann líka, hann var búinn að beygja sig niður karakterinn hans og svo stendur hann einhvern veginn upp og skýtur á sama tíma. Já. Það rétt. Það kallast svona píka eða eitthvað. Peak shot. Hann að fara að reyna að ná hægrandunum aftur nú. Sverðið gekk vel síðast. Býtu, nei. MMS. Hann spurning hvort hann hafi fallið á svipaðan hátt og síðast. Já. Það sem að stóð kjur bara... þetta ekki svolítið viðkvæmt bildjæðin? Akkur liður eins og þessi Akureyri búinn að vera bara í þvílíkur bardagastu allan líka fyrirleikin. Við vorum að tala svo mikið hann Akur síðast. Ætla fólk hafi hlustað á. Já. Cinderella náðaðna, einni fellu. Samt enginn komið með NPC-in, sko. 25% af lobbyinu fallnir, 75% eftir. Skipið í... Nei, hann búið með hérna byggingina. Klára. Skipið í búið með byggingarefni. Hann svo heppinn að hinn fer, akkurat. Já. Nú þá skipið ég bara að fara að koma sér... Það farma bara. Já. Þarna skall hurð næri hælum, Nökkvi og Væjan. Væjan í vesinni, Já. Hann er svona snöggur að hýla sig. Hann er örugglega með svona big pot. Nökkvi nota grímuna til að flýja. Væjan búið með byggingarnar. Fljótur að finna hérna stein og runna til þess að reyna kroppi. Til þess að sækja sér byggingarefni. Hann hefur ekkert þess að verja sig ef einhver ákvað að spraya á hann. Núna hann komið með eitthvað að verja sig. Já, það væri óþægilegt. Já. Hann hefur líka, þú veist, hann reyndar fekk hann... Vá, sjáu Akurinn. Já. Þessi ekki ekki að... Þarna var ég til í að vera bóndi. Já. Þú væri... Já, við vorum að fá stór fréttir hérna í eyrun að Denas er fallinn frá. Já. Já. Hann er látin. Já. Hver felldi hann, sko? Það er stóra spurningin. Þannig að annarsætið, það sem ég var eitthvað búinn að hæpa hann upp í, er farið bara. Já, en hann er samt í topp 10. Já. Það lofa öllu fögru og svo gerist það ekki. Nei. Ég þarf að bæta með eitthvað í því. Skipið í. Gera jafnvel meira. Kristó heppinn að vera með sprætinn. Sjáum drónaskotið. Ég ætla að leggja inn á þig. Kristó tekur skipið í.
Er Skippy að fara? iCrystal að reyna að brjóta vegginu Skippy, tekur út Skippy. Ein fella á iCrystal, 2 stig að minnstakosti komin í pottinn. Svo bara rosalega þægilegt refresh. Mjög gott. Er með hann mini og big tilbúðuna. Já. Strax komin aftur í 100. Þarna heyrum við í einhverjum NPC-um. Sko, það væri gott að vita ef að framlýsvík teimi getur tekkað á því fyrir mig. Vann hann fyrstu 3 leikjum. Kristó? Já. Ég man það ekki. Ætli hann hefði ekki verið... Nei, var ekki Jensína með einn? Hvað er það? Ég held að Kristó hafi unnið fyrstu 3 og ef hann vinnur líka... Það bara vinnur hann allt. Það var enda rosalegt. Það væri svolítið... Það var ákveðið statement. Já. Það væri statement, sko. Hérna er nafniðinn, Gunnar. Nei. Já, hann er Gunnar. Með eina fellu. 8 leikmenn sem eru ekki lengur að keppa. 12 leikmenn eru í leiknum og það eru 4 hringir búnir af 12. Delas var í 7. sæti, var það ekki? Jú. Hann er bara hættur, sko. Já. Sko, hann Það er í er spurning, hættu sko. ef að það eru einhverju 9 leikmenn sem að koma ferskir inn í leik 2. Við vitum að það sem var í 11. sæti með 19 stig. Nei, það hækkaði upp í 21 eða eitthvað. Já, það sem er 11. Já, 11, það er rétt. Já, það fyrir á hvað? Það eru 4-5 spilar og þá ná hærri en hann. En ég veit ekki, það gæti verið hægt. Lester á móti Cinderella. Lester með no byggingarefni. Cinderella er með low groundin eins og staðinu núna. Gagagugu, eða Lester eins og hann er kallaður. Mér finnst það alltaf með Lester. Sama hversu aggressívan hann er alltaf með góðlútið. Já. Já, næra Finnur það alltaf. Já. The good loot, sko. Spurning hvað það, er hann bara heppinn eða hvað er gerast? Þú ert ekki heppinn svona. Nei, hann lendi ekki á einhverju kistu sem er legendary eða eitthvað svoleiðis. Já, Cinderella er lár. Lester brýtur vegginn hans. En hann byggir aftur tilbaka. Nær veggnum. Cinderella er gífulega hættulegt. Það er ekki maður sem vil hafa þessar stöðu, sko. Nú er hann alfarið að ná að næst í lappirnar á hann. Það ná að verða sér vel. Já. Má eiga það, hann er að gera sitt best að halda sér. Sko, Gagagugu gæti verið að gera mistök þarna og sé ekki að stormurinn er að koma hittir Cinderella. Cinderella er low. Og Lester tekur út Cinderella hérna. Þarna er eitthvað gull út sem hann getur tekið. Snöggur upp ekki kringum sefina þannig að hann ætlar ekki að gera þau mistök aftur. Ekkert fyrir hann þannig að sýnist mér. Nei. Já, bara refresh á það sem hún eyða. Sjáum Sigmar. Kátan á kantinum. Lester er að nálgast Sigmar. Sigmar með allt fjólublátt nema míníana. Næstu í fullur af mats. Þeir eru báðir hérna í þessari svona borg sem er í kringum lestastöðina. Skemmtilegt POI. Þetta er ágætið sjónarhorn hérna uppi, þetta er eins og einhver dróni. Eyjan er komin en það er enginn sem að ætlar að voga sér á hana eins og er. Jú, það er eitt kannski á henni sem er. Ég veit ekki alveg hver það er. Það er ekki iCrystal eins og síðast. Það ekki. Ef þetta er rétt. Sjáum Sigmar spóka sig. Sjáum hérna. Hann er frekar, það er ekki margir í kringum hann. Heyrum skot í fjarska. Ég fíla líka þetta fuglahljóð og eitthvað. Það var smá frið. Já. Sammála. Það þarf ekki alltaf að vera slást. Nei. Gaman að
Það var eitthvað build, eða svona eitthvað game mode þar sem það væri engar byssur. Já. Það er til, það er hérna Fortnite Festival og eitthvað. Já, bara dance-off. Nei, ég er að tala um bara að fólk væri bara með X-ina. Ég er að meina bara pickaxe. Já, þetta væri bara eitthvað heal-off eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú getur bara að fara í kreatív og búa til. Já, ég get svo sem gert það. Lester bara bóksa sig inni, það er eitthvað sem skýtur á hann, það er Kristó. Pikkar hans í hann. Þá er eitthvað sem pikkar tilbaka í Kristó. Nökkvi er í vandræðum. Næst að svara. Herðu. Virðist vera að ná honum bara. Nökkvi er lár, tekur hann út væjan. Já, tekur væjan. Þetta var slagur sem hann átti ekki að vinna, sko. Nei, fer hann að sjálfkrafa upp í 100. Já. Hérna eru Gunnar, Sigmar, Gagagugu og Kristó. Þetta eru 4 sterkir leikmenn. Gunnar í vandræðum í storminum. Já, Sigmar tekur Gunnar út. 9 leikmenn eftir. Hérna í leik 2. Á kvöldi 2. Í Reykjavík International Games. Margir hann að dansa inn í storminum. Já. Fólk virðist ekkert að vera stressað að því þótt að stormurinn sé nú búinn að byrja að tikka hann 5. Það er alveg vont. Hann náði ekkert eftir til þess að getur kastað inn svona litlu kafli mögulega. Já, hann líka með... Býta það? Hörðu, hann er búinn, held ég. Er hann í bullinu? Kastaði niður kallinum. Hann er í bullinu, já, ok. Hann reddar sér. Tekur kallinu upp aftur. Teleportar sig beint inn í hringinn. Það var tæft. Nökkvi að spila það ansi tæft. Þetta er náttúrulega dýrt, sko. Já. Já. En það sjáum við svona alla búin að taka sér stöðu þarna alveg upp fyrir hringinn upp á fjallinu. Já. Já. Hringurinn er orðinn þröngur. Hörðu. Hann er tilbúinn. Nei. Þetta er ekki gott. Gagagugu tekur hérna skot á playboyinu eitthvað. Óf. Sem er tekst að verja sig. Tekst honum að verja sig lengur. Lester þekktur að vera áfram á 2-fold aftakanum. Áfrekar lítið eftir að byggingarefnum. Gleður byssuna. Reynir að komast inn í kassan. Brýtur Nökkva niður. Og það gengur hjá honum. Maður næstu að kóna hann. Já, hann er með hann inn í bóksinu. Hann er með hann inn í bóksinu. Nei, fyrir Tekur út Nökkva. Lester tekur út Nökkva og fær hann í líf. Virkilega tæpur. Æ, Kristó mættur. Æ, Kristó skerst í leikinn. Nú er Lester í smá vandræðum. Æ, Kristó virðist Fær ekki skynja tíma það. til þess að hýla. Æ, Kristó er ósynlegur. Já, já. Æ, Kristó tekur út Lester Vel og spilað. er hann að fara að taka 3./4. sigurinn í Reykjavík International Games. Já. Hann má nú alveg sílda sig upp, sko, þótt hann sé í fyrsta. Hann má það. Já. Hann er með nóg af big potum og einhverju. Já, ég held að segja, ég er búinn að nörfa þetta 2. Dennis og Kristó. Já. Segjum bara, þeir mega bara ekki spila með shield. Nei. Það væri kannski aðeins sanngjarnt. Hver var til liðsfélaginn hans hérna Dennisar í Elko-deildinni? Ensína. Já, í Ensína. Með mitt. Það er hart dúo, sko. En manstu hver var með Kristó? Sigmar. Já, Sigmar, auðvitað. Sigmar eitthvað endaði fyrsta kvöldið í öðru sæti. Spilandi 1. Já. Það er enda rosalega. Það er galið. Það er galið. Sjáum 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hörðu, 7 leikmenn. Steini bara þurrkaður út hana. Já, örugglega Strokað. Sigmari. Já, já. Fjölskyldu Steini. Þetta var kontról bara Já. seta, sko. Sjáum Endar kannski á Bjarka og Ég er alltaf 6 svona leikmenn hræddur eftir. þegar að hérna nota teleportið að ég lendi bara Já. ofan í ykkur. sammála. Þú er ekkert lent í að teleport gríman er köstuð í þig. Nei. Nei, ég hef lent í því.
Já, þú ætti að segja mér það á hann. Já, Elsku kallið minn. ég lendi í því að hann hitti mig akkurat þar sem ég stóð og ég flaug fram af húsinu og Það var bara í leik 4, elsku deild. var sendur heim. Jæja, Já, bara dílítaður. Já, þetta er svona Er þetta- iðnaðarsvæði, þetta er svo Skemmt. álverið í Straumsvík. þetta er skemmtilegt lokasón. Já, Já, Spurning hvort það fari nær fjallinu, nei sjónum, já það það er gerir eitthvað það. svona pickle hérna að snúast, eitthvað svona frostbinni. súrgúrka. Súrgúrka, pickle rick. Nei, það var með sömu hugmyndina, sáu það? Voru báðir hana upp. Já, Já, þetta er svolítið viðkvæmt bylgja Bjarkar. já. Ósýnilegur Æ Kristó. Það er greinilega að virka hjá honum að taka þessa medalíu. Með 2 fellur. Allt fjólublátt. 6 spilarar eftir. Tekur smá pikk á Gabba. Þarf að færa sig inn í hringinn. Þeir sjá hann ekki að þeir eru ósýnilegur. Tekur út ennallega Frost. 3 fellur í hús hjá Æ Kristó. Bjarki með high groundinn. Er Æ Kristó að fara að taka þetta aftur eða? Ég spái því. Bjarki er svolítið fínni stöður. Já. Já, ef hann er með nóga Það byggingarefni. er dýrt. Spurning hvað hann á mikið. Gabbi þarf að fara að koma sér af stað, sko, hann laumir sér hana. Æ Kristó og Sigmar. Sagði ekki þeir að vera liðsfélagar? Jú. Já. Æ Bjarki er Kristó sér skotinn hana á niður. opnununa og fer upp. Hann er með nóg til þess að vera þarna uppi bara. Hann tekur Sigmar. Vesenni. Sjáum Æ Kristó. Býttu vat! Taka smá af Er Bjarka. Bjarki búinn með Mats eða? Tekur út Bjarka. 3 leikmenn eftir. Æ Kristó gæti verið að vinna 4. leikinn sem sýndur er. 2 eftir. Sigmar og móti Æ Kristó. Liðsfélagarnir. Hvor þeirra er að fara að taka hennar síðasta leik hjá okkur? Æ Kristó með high groundinn. Dettur niður, tekur Sigmar. Er Sigmar að dansa? Sigmar er lentur hann inn í húsinu. Getur kastað niður spræti. Æ Kristó til að fá líf. Æ Kristó með Sigmar í sjónlínu. Byggir vel. Hvað gerir hann? Sigmar er, Hann er í vesinni. hann er í vesinni. Æ Kristó er örugglega með fleiri heals. Er hann að ná Hann er bara að hæggrandinum? byrja að sína sig. Þeir eru að leika sér bara hérna. Æ Kristó Hann gaf hækandi var. teleporta sig Það upp. er að kastu. Hann var að brella hann. Hvernig ætlaði að gera þetta? Æ Kristó með low groundinn. Sigmar með high groundinn. 4 fellur hjá Æ Kristó. Æjæjæjæjæj. Sigmar. Æ Kristó. Hann verður að kasta niður sprætinu núna. Nei, hann fór niður. Nei. Hann misti. Æ Kristó. Sigmar virðist vera búinn með Matt. Æ Kristó 4. Nei. Sigmar. Vel gert fyrir Sigrar. Sigmari. Sáu þið ekki hvað hann gerði? Jú, kastaði gríminu upp. Þetta var geðveikt. Vissulega vel gert fyrir Sigmari. Tók liðsfélagar sinn Já. og átan. Nátt hann klippaði hann. Já, kæru áhörundur, velkomin aftur í settið. Þetta var fínasti leikur. Aðeins öðruvísi heldur en hinn leikurinn, en samt sem það var mjög spennandi. Já. Við fengum bara svo klippufellu í. Þetta var gott í enda. Það var mjög góð klippa. Eftir örskama stund ætlum við að ræða aðeins meir um leikinn, peppa okkur fyrir laugardagshöllina á laugardaginn, skoða stigatöflu og endursýningar, þannig að ekki fara langt. Wait, is he switching lanes?
Jú, velkomin aftur, kæru áhörendur í settið hérna á Reykjavík International Games, Elko-deildin í Fortnite. Þetta er svona hliðarafurð af Elko-deildinni og við erum að fara að sjá stigatöfluna en ekki alveg strax vegna þess að við ætlum aðeins að fara yfir þennan leik og greina svona hvað gerðist og svo sjáum við stigatöfluna og svo endum við þetta bara endursýningum. Já. En hérna, ef við byrja bara á þér, Aron, hvað stóð upp úr? Klippufellan. Í endan? Já. Gunnar, hvað fannst þér standa upp úr? Mér fannst standa upp úr Lester, eða Gugu Gaga í þessum leik. Mér finnst hann alltaf frekar yfirvegaður. Alltaf gaman. Hvaða bardaður sem þá er hann einhvern veginn yfirvegaður. Leikur allir líka alveg saman hvernig honum gengur. Alltaf gaman að bara fylgjast með honum. Já, nútalinn, hann spila skemmtilega. Hann er á tvöfald af takkanum. Alltaf. Já. Alltaf. En því miður tók Kristofan hann það. Já, hann kallaði sig einu sinni Aim Like Lester og hann hefur heitið ýmsum nöfnum. Ýmsum. Já, það er rétt. Já. Mér fannst hann svona aðalega mest standa upp úr. Sigmar líka með 6 fellur, vinnur leikinn. Já, ok, það er endar alveg rétt. En svona það er með 6 fellur. Og svo endar hann þetta 1v1 við liðsfélaga sinn. Já. Og klippar hann. Já, DNS dettur snemma út eða svona í topp 10, 15 eitthvað slags. Já. Það geti bara verið að fara heim sko. Það væri rosalegt ef DNS kemist ekki. Já, það væri spennandi að sjá. Ef hann kemist ekki inn? Já. Jó, hann hlýtur að komast inn. Hver að ykkar mati, strákar, er maður leiksins? Sigmar. Þennan leik sem við vorum að spila? Já. Sigmar. Já. Það er ekki hægt að gefa honum Nei, Sigmar þar gefur þetta. Já. Nei, tekur þetta. Já. Sigmar tekur þetta. Hann gaf ekki neitt það í málið. Nei. Ef að stigataflan er klár, þá eru þið tilbúin að sjá stigatafluna eða? Er hún klár? Ég held hún sé klár, sko. Við erum að tala um það að við erum að fara að sjá hverjir 10 eru að fara að koma í Laugardalshöllina og keppa í Zone Wars. Já, mjög gott að gera svo Jólasveinninn. Hann tekur listan, tjekkar hann 2 svar. Já. Þannig að Já, við viljum helst ekki sjá eitthvað svona, já, þessi 10 komist inn og síðan eitthvað ægi. Svo við erum að fara að hringja símtöl, sko. Já, bara það var eftir að gera þetta. Þannig að við ætlum frekar, já, við ætlum bara svona að vera vissum að þetta sé bara algjörlega að loka niður staðan, sko. Já, ég myndi persónulega hafa verið mjög gaman eða bara fara að spila í Laugardalshöllinni. Já, bara að upplifa það. Er ég búinn að upplifa það? Já. Nei, ég er ekki búinn að upplifa það. Nei, það er bara gaman að prófa það. Já, bara það er, þú veist, ég veit ekki, það er bara eitthvað fyndið að allir sé að koma og bjóða leikvangur. Já, horfa á þig bara keppa. Já. Mér finnst það gaman. Það er spennandi, sko. Já. En hérna heyrum við einhverja tónlist. Það er eitthvað að brugga. Þetta er nefnilega að gera. Build-upið, sko. Já. Sem þú óskaðir eftir. Ég óskaði eftir þessu. Ég var til að hafa þetta herra. Öskraði hún teimið henni inn á það. Ég er að fá lag undir. Já. Lagið svona stigmagnast. Ég meina, við erum talentinn. Við hljótum með að segja eitthvað. Það er rétt. Og nú eftir örfáar sekúndur erum við að fara að sjá hvaða 10 leikmenn það eru sem að komast á stóra sviðið í Laugardalshöllinni að keppa í Zone Wars. Já. Frítt inn. Búið að taka í spaðan á Gunsabé. Já. Og leikar hefjast á slaginu klukkan 1 og húsið opnar aðeins fyrr. Takið í fjölskylduna með ykkur. Foreldra. Og afa. Systkini. Dýrin. Nei. Frændur og frængur. Dýr ekki liðin. Eru þau ekki liðin? Ég efa það, sko. Ekki nema sé lama eða eitthvað. Já, eða þá ertu út með eitthvað svona fylgihund. Ef ég mæti ekki þá leyfi ég dýr. Ok. Við erum að fara að sjá þetta. Og þú óskaðir eftir þessu lagi, þannig að þú mátt eiga Ég fá allt í botn. Þú fær klæðmaxið. Ég fá allt í botn. Bassan, sko. Heyri þið hátt í þessu? Það er að koma. Ég held að fólki heima sé að það er eitthvað spenna í þessu. Takk fyrir þetta. Það er sveitt heima. Já. Þetta er að gerast. Hvaða 10 leikmenn? 4 leikir sem er búið að spila það. Hvaða 10 komast í deildina. Við erum alltaf að segja það. Við erum að mjólka þetta núna í svona hálftíma. Það verður núna. Hálf laugardag. 25. janúar. Fáum við að sjá hvaða 10 eru komnir áfram. Þannig er það komið. Og við sjáum
óvænt úrslit vegna þess að iCristo er á toppnum. iCristo, Sigmar, Kristo, Jensína, Denos 13, Gagagugu, Fjölskyldu Bjarki, Steffen Baha, Falcon Emil og Solo Gabi. Sko, mér brá í smástund. Tæpur. Hann er, já, Ég, hann er 6 stigum frá því að komast ekki, sko. ég var að skanna yfir stigatöfluna Já. og ég leit á fyrstu 3 sætin og svo neðstu 10 sætin og ég sá Dinas ekki, þannig að ég bara komst hann ekki. Hann er tæpur á 6 stigum. Og svo akkurat sá við henni 5. sæti, sko. En þetta eru þau nöfn sem að við munum sjá núna á laugardaginn keppast það hver er í rauninni bara bestur í solo, Zone Wars. Akkurat, og iCristo með 21 fellu í 4 leikjum, það er að meðaltali 5 fellur á leik. Hérna er, já. Það eru 2 sigrar, ekki 3 eins og ég held aðan. Sigmar með 1 sigur og Jensína sjálfsögðu með 1 sigur. Já, eins og ég var að reyna að segja aðan með Jensínuna, tók 1 sigurinn. Já. Kristo í 3. andan með engan sigur en 6 fellur nægrinlega að vera alltaf frekar ofalega. Það var alltaf í topp 5 held ég. En eins og Annars sæti er að skila honum 18 stigum. En eins og sérsamt 3. sæti til 10. Hvað er þetta? Þetta eru 9 stig, þetta er ekki neitt. Það er ekki neitt. Þegar þetta eru svona fái leikir þá það væri mjótt á munum. Jafnvel gaman að sjá hverjir eru, hvað munaði litlu stigum neðar. Eigið þið til 15. sæti, strákar? Eigið 10-15. Hverjir svona, erum að nutta það inn í að þeir komist ekki? Fáum það? Nei. Nökkvi, Playboy í 11. 31 stig. Ef einhver fellur frá, þá er Nökkvi komin inn. Já. Frost, 68, er í 12. sæti. Með 21 stig, já. Xmas, Xbesso. Þau eru 13. sæti. Já, eins og við sjáum, það eru nokkrar undir sem var mögulega, ef einhver forfallast, þá erum við að fara að swappa þeim inn. Fjölnir Steini með 23 stig í 14. Fjölskyldu Steini, maður. Já, Steini 23. Já. Vonandi komast bara allir. Og svo loka sætið annað 15. sætið er auðvitað FA Skibri Toilet. Hann var flott fyrir dag. Hann var góður. Já, við vorum að fá fun fact top 10. Já. Jensína og Steffen eru í 4. og 8. sæti. Við tókum bara 1 kvöld, dippuðu. Þeir mættu ekki í kvöld. Það var nóg fyrir þá að mæta. Sjáu þess að hvað Steffen er tæpur. Já. Hann var nú að spila þetta ansi. Ég myndi halda ef að leikmenn eru eða munar, þau eru báðir í 4. og 3. sæti, Denas og Jensína með 42 og 42 stig. Af því að Jensína með 1 sigur, þá vegur það stig hærra og þess vegna hann í 4. Það er rétt, sigurinn gefið þér. Þannig að sigurinn gefið þér vægið frekar heldur en fellan. Já. Ef þeir jafnir á stigum, þá gildir sigurinn. Það er rétt. En við ætlum að fara að sjá endursýningar. Já. Bara örstutt. Okkur horfðu á mig svo þið vildi fá leyfi fyrir þetta. Já, skoðum örstutt endursýningar, en annars förum við síðan bara að loka þessu kvöldi. Einmitt. Og bara bíðum spenntir eftir laugardeginum. Laugardagurinn verður frábær. Og hvort að Aron sé að fara að koma eða ekki, það er náttúrulega risa spurning. Þannig að, já, spurning hvort að endursýningarna séu tilbúnar. Þarna fáum við að sjá þetta, við fáum að sjá alveg já, það er búið og takk fyrir komuna. Þarna sjáum við iCristo með 4 fellur. Já. Og já, þetta er bara alveg að nýlok. Herri, yes, við fáum að sjá hérna Sigmar hvernig hann gerði þetta. Sko, hann kastar einhvern veginn upp hvenar. Hann fer hann aðeins út, kastar þarna. Þú veist. Já, vá. Þetta er geðveikt. Tekur hann í loftinu. Kristó hefði samt geta verið mjög tæpur á að ná honum. Ég held að Sigmar bara tekið 50-50 ákvörður. Já, hann gerir eitthvað Annars sjáum við Skibri sem lendi í 15. sæti því miður kemst ekki á leikana nema 5 falla frá. Það getur gert. Hoppfalli. Já. Gagagugu. Nei, falla frá. Tekur Cinderella hérna, brýtur vegginn og tekur hann með einu skoti, hann er bara monta. Þú veist, það væri alltaf rosalegt ef 5 myndu falla frá. En svo var ég bara gaman líka því sem að þóðu þessi ekki fara að spila. Þetta var
Já, mæti. Þeir taka því eitthvað viðtalið við ykkur. Já, Já. mér fannst þetta skemmtilegt líka. Já, Playboy Nökkvi með gott Playboy Nökkvi er nefnilega í 11. sko. Hann var góður í dag. Það væri rosalegt ef hann kemist, sko. Nafniðin Gunnar MPC. Það er hann ekkert breyk fyrir Sigmari sem var rosalegur í þessum leik. Sigmar, maður leiksins. 6 fellur. Já. Þarna sjáum við mögulega þar sem sko Lester er búinn að vera, eða Gagú er búinn að vera þarna að pressa. En síðan býtur það loksins í baki hann. Þannig að fer þarna tiltölulega langt niður og það er bara of mikið að, það er allir að reyna skapa. Já, Kristó þarna með 1 fellu og 110 byggingarefni. Þetta gerist leið og lætur heyra í þér að þú sért að reyna að ná okkur. Kristó tekur út Gagagúgú fyrir endursýningar sem við erum að horfa hérna á. Og Kristó tekur hérna pikkar hans í kappa. Þetta er skemmtileg fella finnst mér líka. Hann verður hann ósynlegur í smá og hingað lendir á honum bara einhvern veginn. Alltaf að vita, já. Þetta er þreytt. Þetta er medalín að borga sér, sko. Leiðir þetta fóið Kristó bara í smetti. Mér finnst eiginlega svolítið gott að geta hlaupið bara endan. Já, það er svona aðal við þetta. Já, það er... Af því að það, þó að þú ósýnilegur per se, það sjást ennþá mótínur, það heyrist það í þér. Já. Það er ekkert að sprett endalaust. Sprett endalaust er stórt, sko. Hérna sjáum við hvernig Sigmar tekur út Kristó. Hann kastar sig upp og fer sig við loftið og tekur hann. Kristó heyrir í því en hann er að hlaða bara, hann er ekki... Hann veit alveg af þessu. Já, hann bara var ekki bregðast nú hrætt við held ég, sko. Já, þar hafið við það. Við erum búin að fara yfir stigatöfluna. Við vitum hvaða 10 leikmenn það er sem að verða í Laugardalshöllinni 25. janúar, laugardaginn, klukkan 1. Bara núna á laugardaginn. Já. 25. janúar. Já. Og er eitthvað sem þið viljið segja að lokum, strákar? Sjáum kannski ekki á laugardaginn. Já, ég sé ykkur á laugardaginn. Verða standandi uppi og passa það að Stefán fari ekki að mismæla sig og eitthvað svona. Eitthvað með það henni sjálfur. Ef þú nema þú forfallist eða fallið frá. Já, ef þú fallið frá þá verður engin laugardagur. Nei, þá verður Stefán einn annars, sko. Það getur verið eitthvað. Já. Vonandi kemur Aron. Það kemur ljós. Já. Í versta þá sjáast þið bara mánudaginn. Já, í LK-deildinni. Það sem að þú verður að keppa og þú verður að Þú varst nú að leysa mig af hennum daginn. Já. Hvernig fannst þér? Bara mjög fínt. Gaman að vera að borðið með Óla og hann stjórnar þessu vel. Ég veit það. Leiðir þetta áfram. Þannig að við sjáum ykkur bara á laugardaginn og svo mánudag. Mér finnst svo gott hvernig Óli, sko, hvernig hann endar alltaf. Hann bara svona lítur beint í myndavélina og svo segir hann: Takk kærlega, kæru áhorfendur, fyrir áhorfið. Stillið aftur inn laugardaginn 25. janúar á slaginu klukkan 1. Sjáið þið topp 10 Fortnite spilaruna í Zone Wars keppa í Reykjavík International Games. Þessi þáttur er að sjálfsögðu í boði Elko, Kia og Lukaluk. Takk fyrir áhorfið, sjáum síðar. Ég er svo gaman líka.